síðan í helgum. Mér finnst það bara svo flott. Það er að fá sér mest út úr þessum blómum. Ekki bara opna? Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 13. maí 2025 klukkan 12:03 og fyrir tekið fyrsta mál á útsendri dagskrá sem síðari umræða ársreikning Reykjavíkurborgar árið 2024. Með vísan til ákvæða 3. málsgreinar 23. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar hefur forseti ákveðið að rýmka ræðutíma borgarstjóra í 25 mínútur í fyrstu ræðu, þar sem farið verður yfir ársreikning og spurningum borgarfulltrúa úr fyrri umræðu verður svarað. Ég vek athygli á því að mælendaskrá liggur fyrir inni á heimasíðu Reykjavíkurborgar og vinsamlegast sendið inn ef að þið fallið frá orði og tekur þá til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum hér komin að ræða ársreikning í annað sinn, en hann var lagður fram í borgarráði 10. apríl, fullbúinn til endurskoðunar og vísað til borgarráðs 2. maí til fyrri umræðu og við gerum ráð fyrir að afgreiða hann í dag. Mér langaði að byrja á að þakka ykkur fyrir umræðuna síðast. Hún var að mestu leyti bara fín og málefnaleg, enda skiptir það miklu máli fyrir Reykvíkinga að við tölum að málefnaðan hátt okkar fjármál. Nægar nú upplýsingaóreiðan í þessu samfélagi. En ég tók niður spurningar og svona vangaveltur sem komu fram í umræðunni síðast og ætlaði að leggja mig fram að svara þeim í þessari stuttu ræðu, en að öðru leyti munu félagar mínir í samstarfsflokkunum tala ársreikninginn núna, þar sem við oddvitar fengum nú mikið pláss síðast. En í heildina litið þá sýnir ársreikningur Reykjavíkurborgar að við höfum náð að snúa rekstrinum í jákvæða átt. Við náðum betra niðurstöðu fyrr en áætlanir gerðu fyrir og þetta gefur okkur tækifæri til að halda áfram að fjárfesta fyrir borgarbúa, halda áfram að halda vel utan fjármálin og fjárfesta í mikilvægustu innviðum borgarinnar á sama tíma og við erum að sjálfsögðu hvergi að kvika frá þeim markmiðum sem við höfum sett okkur sjálfbæran rekstur til framtíðar í samræmi við okkar fjármálastefnu.
Það þarf enginn að hafa áhyggjur af því. Því var haldið fram hér að jákvæðan rekstrarniðurstöðu mætti rekja til óreglulegra liða eins og eignasölu og sölu byggingarréttar, en það kom einmitt fram í ársreikningi að tekjur á lóðasölu á síðasta ári voru sem nemur 5,5 milljörðum króna. Mér langaði að taka fram að í reikningu Reykjavíkurborgar þá færast tekjur af sölu byggingarréttar með öðrum tekjum í rekstrarreikningi, en sala byggingarréttar hins vegar tekin út úr veltufé frá rekstri og færist undir fjárfestingarhreyfingar og með þannig meðal annars nýtt til innviða uppbyggingar eins og það á að vera. Og það skýrt markmið í fjármálastefnu borgarinnar að lántaka fari ekki yfir 70% af fjárfestingum, sem að felur í sér markmið að veltufé frá rekstri skili sér til fjármögnunar á innviðum að hluta eins og fólk hafði þarna einhverjar áhyggjur af, og það því það ætti þá að vera óþarfar. Nú það alltaf tækni, þetta svo skemmtilegt. Ég held ekki kveikt á þessi tæki. Svona, glæsilegt. Stefnumörkur Reykjavíkurborgar að vaxa út úr erfiðum aðstæðum árið 2020 og árin þar á eftir að ganga eftir. Framlegðin eða EBITDAn í hlutfallstekjum fer batnandi, bæði þegar horft á hefðbundna framlegð eins og þegar litið fram hjá áhrifum af breytingu á lífeyrisskuldbindingum á þessa kennitölu eins og bláu súlurnar sína, og launakostnaður og rekstrakostnaður hækka minna en tekjur að hluta eins og stefnt að, því það okkar eina leið til þess að ná markmiðinu. Nú arðgreiðslur Orkuveitu Reykjavíkur og Faxaflóahafna á síðasta ári til borgarinnar sem voru samtals 5,7 milljarðar. Það voru áhyggjur hér viðræðar það að þetta væri of mikið, þar sem að framundan væri mikil innviða fjárfesting í félögunum. Það hins vegar stefna Reykjavíkurborgar og hefur verið að fjársterk B-hlutafélög í eigu Reykjavíkurborgar og þar með Reykvíkinga Reykvíkingar eigi að njóta eðlilegar arðsemi af því fjármagni sem að Reykvíkingar hafa sannlega sett í þessi félög, og bæði Orkuveitu Reykjavíkur og Faxaflóahafnir eru félög sem starfa að hluta til í samkeppnisumhverfi á viðskiptalegum forsendum. Þau nýta sameiginlegar auðlindir, eignir og aðstöður sem eigendur við Reykvíkingar hefum byggt upp, og okkur finnst því sanngjarnt ávinningur að hluta til renni til okkar eigenda, rétt eins og gert í einkageiranum. Eðlilegar aðgreiðslur eru til þess fallnar að nýta tekjur á ábyrgan hátt til að fjármagna grunnþjónustu, leikskóla, almenningssamgöngur, velferðarkerfi, innviði, þar sem íbúarnir við eigum saman, og þannig getum við haldið álögum í skerfjum á íbúana og haldið okkar góða rekstri og samstarfi áfram án þess að þurfa að skerða þjónustu eða hækka gjöld. Eins var rætt breytingar á útsvari og útsvarsprósentu. Það var einhver misskilningur í framsetningu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að talaði hækkun á útsvari og upphæðum þar frá árinu 2010. Það auðvitað ljóst að 2011 kom málaflokkur fatlaðs fólks yfir, og við höfum í það minnsta á 3 sinnum á þeim tíma hefur útsvarsprósentan hækkað á kostnað skattprósentu ríkisins. Þannig að álögur á íbúa hafa ekki aukist, en sannarlega tekjur allra sveitarfélaga og þar með Reykjavíkurborgar til þess að standa undir þessu mikla, stóra, mikilvæga verkefni. Ef við bara horfum á munin á milli 24 og 23, þá kom fram að 0,45% útsvarsstofni hefði skilað borginni 4 milljörðum tekjum hærri en árið 2022, og það mikilvægt að koma fram að árið 2023 var tekjuskattur ríkisins lækkaður 0,22%, á árið 2024 0,23%, og sveitarfélögin í landinu fengu samsvarandi hækkun og útsvari til þess að mæta vanfjármögnun á þessu bili. Hins vegar finnst mér mikilvægt líka að taka það fram að, og ég sýni hér á myndinni, að þrátt fyrir þessa samninga og þrátt fyrir þessa mikilvægu samninga sem eru ekki bara fyrir rekstur sveitarfélaga heldur fyrst og fremst fyrir það sem að tryggja fötluðu fólki þjónustu, þá ennþá halli á málaflokknum. Hann var 6,9 milljarðar á síðasta ári ef við horfum bara til Reykjavíkur, og ef að jafnvægi hefði verið í rekstri málaflokksins, við varum með þær útsvarstekjur sem þarf til þess að standa undir þessum mikilvæga málaflokki,
þá hefðu rekstrarniðurstaða A-hluta numið 11,6 milljörðum króna í plús. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að horfa á það og eins líka að miða við sambærileg ár þegar maður er að miða við tekjur. Nú síðan voru umræður hér fasteignaskatta, að þeir hefðu hækkað gríðarlega á kjörtímabilinu og hefðu leitt til þess að heimili og fyrirtæki í borginni greiddu 8,5 milljörðum hærri fasteignaskatta og leigulegu árlega en upp að kjörtímabils. Þar er lagt vísa til þess að nágrannasveitarfélögin hafi brugðist við þessu. Eins og má sjá á þessari mynd þá er nú fasteignaskattar ennþá með því lægsta hér allavega á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík. Við höfum lengi verið með lægstu álagningu fasteignaskatta á heimilin. Nú hafa Kópavogur og Garðabær lækkað sína álagningu frá 2023 niður fyrir Reykjavík en álagning per íbúa í Reykjavík er samt umtalsvert lægri eða á svipuðum slóðum. Fjölgun starfsmanna, það var fullyrt hér í ræðu oddvita Sjálfstæðisflokksins og í fjölmiðlum eftir fundinn að starfsmönnum borgaranna var að fjölga nú á áður óþekktum hraða. Þar voru vissulega einhverjar skýringar í ársreikningi fjölda starfa sem við erum búin að kafa svolítið ofan í, því auðvitað eru það stöðugildin sem fyrst og fremst segja okkur hversu margir starfa hjá Reykjavíkurborg. Ef það eru mun fleiri starfandi þá getur það auðvitað bent til starfsmannaveltu, veikinda, aflýsinga og ýmislegt annað. En að þessu sinni var svo til háttað að þeir einstaklingar sem voru að vinna við kosningarnar 30. nóvember, þeir fengu laun greidd áramótin og þeir eru að minnsta kosti 450 sem að teljast þá sem starfsmenn borgarinnar áramót sem eru þá bara að vinna á kjördag. Það er auðvitað gríðarlegt átak alltaf hjá borginni að halda kosningar, skrifstofa borgarstjórnar heldur utan í það og þetta kannski sannar enn og aftur hversu stórt átak það er að sjá það og gera jafnvel og þau hafa gert undanfarin ár. Þannig að eins og hér sést, það eru óverulega breytingar á milli ára, þrátt fyrir að íbúðum hafi fjölgað með óvenju mikið á milli ára, þá fækkaði starfsmönnum ekki í sama takt. Og ekki í sama takt á það. Þrátt fyrir að samsetning fjölda íbúa, aldur og félagsleg staða sé auðvitað breytur sem að þyrfti líka að fara yfir en ekki einungis fjöldi íbúa. Þetta kom auðvitað fram í ræðu minni síðast en ef þið viljið sjá hér stöðugildi niður á svið þá eru hér það eru þessar breytingar milli ára. Það er tölur fækkun sums staðar, fjölgun annars staðar. Eins og gengur. Ef við horfum á þróun stöðugilda á milli ára þá er þetta kannski svolítið klassískt. Það eru breytingar á fjármála- og orkustýringarsviði og mannus- og starfsumhverfissviði. Þar eru flutningur á milli skrifstofa, fluttum launaskrifstofuna á milli sviðanna. Velferðarsviði var þetta 23 stöðugildi, umhverfis- og skipulagssvæði 13 og að öðru leyti óverulegar breytingar milli ára, svo þið sjáið. Og þið sjáið hér á myndinni líka stöðugildi og þróun þeirra síðustu 5 árin, eða frá árinu 2020 og þá sjáið þið grænu línuna sem sýnir hlutfallslega breytinguna sem hefur verið á milli ára. Og þá er tölverð fjölgun árið 21 með árið 20, þar var verið að innleiða betri vinnutíma sem að þetta hafi í för með sér töluvera fjölgun starfsmanna, einkum á skóla- og frístundarsviði og velferðarsviði sem skýrist af þessu með styttingu vinnuvikuna, en áhrifin birtust einkum í vaktavinnu, þar sem að sólarhringsþjónustan á velferðarsviði, þar sem þurfti að manna og ráða fleiri fólk. En ef við sjáum bláu línuna þá er það fjölgun íbúa síðustu ár sem hefur verið óvenju mikil, 22 var hann milli ára 2,9%, 23 2,7%, 24 1,8% meðan starfsmönnum hefur fjölgað mun lægri prósentu eða á síðasta ári 0,4%. Þannig að þarna má sjá að það er í engu samræmi fjölgun íbúa og fjölgun starfsmanna enda væri það skrítið. Það hlýtur að vera aðrar forsendur líka sem hægir þar á bakvið eins og aldur, þjónustuþörf og félagsleg staða. Eins og við höfum í sjálfu sér innleitt hvað varðar skóla, inn í skóla og leikskóla líkanið. Nú, lífeyrisskuldbindingar í andsvari við minni ræðu og óskaði borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon eftir skýringum lækkun lífeyrisskuldbindinga á árinu. Mér finnst það
ljúft og skylt að fara við það að breytingar á lífeyrisskuldbindingu eru fara til tekna og gjalda í rekstri sveitarfélaga. Það er ekki gert með sama hætti fyrir ríkið einhverra hluta vegna. En í lok hvers árs er framkvæmt tryggingafræðilegt uppgjör í samræmi við viðeigandi reglugerð þar og þessi atriði hér hafa áhrif á breytingu lífeyrisskuldbindinga. Það er áfallin skuldbinding. Það er greiddur sem nemur greiddum lífeyri á árinu á móti eykst hún vegna réttinda sem sjóðfélagar vinna sér inn með inngjöldum sem greiddur til sjóðsins. Síðan eru það áfallnar skuldbindingar uppreiknað með tilliti til verðlags og launahækkana. Þar sem réttindi sjóðsfélaga fylgja annars vegar vísitölu lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn og hins vegar vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Og í þessu tryggingarfræðilega uppgjöri hver áramót eru eignir lífeyrissjóðs líka endurmetnar samkvæmt reglugerðinni sem er merkt 391/1998 skyldu tryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Þannig að áætlunin er, og við höfum lent í því hér að við höfum fengið, eins og okkur hefur liðið, stóra bakreikninga. En þetta eru auðvitað réttindi sem okkur ber að tryggja og við gerðum ráð fyrir því áætlun, en hins vegar var niðurstaðan sú að þrátt fyrir að spáin hafi verið eðlileg þá þegar var verið að fara yfir árið þá er þessi næmni lífeyrisskuldbindinga fyrir helsti þættum sem hafa áhrif á hana. Lífeyrisskuldbindingin hækkar 1250 milljónir miðað við einstigshækkun á vísitölu lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn og lækkar 880 miðað við einstigshækkun á tryggingafélagi endurmati á eignum. Og það er í rauninni, það var gert ráð fyrir 6% hækkun, launahækkun við þetta og ávöxtun eigna væri 3,5% umfram verðlag til samræmis við ávöxtunarkröfur lífeyrissjóða og það var gert ráð fyrir að lífeyrisskuldbindingin myndi þannig hækka og leiða til gjaldfærslu. En frávikin í rauninni einkum það að raunhækkun vísitölu lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn á milli 23 og 24 var 4,2%. Hún var 1,8 stigum lægri en gert hafi verið ráð fyrir vegna þess að það var samið á launamarkaði samtaka, að við myndum samtaka koma í veg fyrir mikla hækkun vaxta og verðbólgu. Og þá reyndist líka raunávöxtun lífeyrissjóðsins 7,2% á síðasta ári sem var töluvert umfram forsendur áætlunar og gladdi okkur borgarfulltrúa sem vorum þar í stjórn sérstaklega, þar sem við líka lögðum niður sérstaklega lífeyrissjóðun sem var kallaður LSRB og innleiddum hann inn í brú með góðri niðurstöðu. Þannig að þetta var það sem leiddi til tekjufærslu í staðinn fyrir gjaldfærslu viðmiðin við á milli ára og í rauninni hlutfalli á milli. Og ef það framheldur að raunávöxtun lífeyrissjóða er mun hærri heldur en við þurfum til þess að þá er þetta þannig. Við þurfum að eiga fyrir gjöldum og við höfum auðvitað líka þurft að taka okkur stóra reikninga þar. Nú, að lokum það langaði mig bara að benda á nokkrar kennitölur í rekstri borgarinnar sem notaðar til þess að bera saman árangur í rekstri sveitarfélaga. Þá er ég auðvitað að tala þennan fjármálalega rekstur en ekki reksturinn sem við vorum að tala á ræðu og í Hörpunni á síðasta ári sem voru velsældarmælikvarðarnir árangur í rekstri sveitarfélaga. Við erum hérna auðvitað að ræða ársreikninginn og þar vildi ég fyrst fá að draga fram að skulda viðmið A og B hluta Reykjavíkurborgar. Það lækkaði 6 stig á milli ára og er nú 104% og skulda viðmið A hluta 5 stig og nemur núna 77%. Og þessi árangur í samræmi við fjármálastefnuna sem var sett fram í upphafi kjörtímabils. Og til samanburðar ef þið vil sjá síðustu ár þarna. Þetta er auðvitað eitthvað sem ég var með síðast en vil bara vekja athygli ykkar á að við höfum náð í rauninni betri mælikvörðum en fjármálastefnan sett okkur. Við samþykktum hana hér og það var enginn sem bjóst við að í rauninni árangurinn er með þessum hætti núna og það er gleðilegt. Ef við berum saman skuldahlutfall A-hluta sveitarfélaga við hin sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu, því að hér kemur stundum fram eins og að Reykjavíkurborg sé mun skuldsettara sveitarfélag heldur en önnur sveitarfélög, þá er það í rauninni bara Kópavogur sem er með lægra skuldahlutfall en Reykjavík núna á höfuðborgarsvæðinu. Ekki það að þetta sé keppni, en þar sem þetta kemur oft upp í umræðu, þá fannst mér mikilvægt að tína það fram. Ef við skoðum skuldir á íbúa,
A-hluta á íbúa, þá það vissulega 1400.000 krónur. En það það með því lægsta sem gerist á höfuðborgarsvæðinu og með því lægsta sem gerist og það í rauninni aftur einungis Kópavogur sem með lægri skuldir per íbúa þar. Þannig að þetta heilbrigð rekstrarstaða. Við þurfum auðvitað að ná betur, við þurfum að halda áfram, við ætlum að ná okkar markmiðum sem voru samþykkt hér. En eftir viðsnúningi þá held ég að við séum á góðri leið og við munum áfram forgangsraða fjármagni í grunnþjónustuna fyrir borgarbúa í samræmi við þörf og þessi sterki rekstra grundvallar gera okkur kleift að halda því áfram. Við ætlum að halda áfram húsnæðisuppbyggingunni sem við farið yfir hér og tryggja leikskóla uppbyggingu og fjárfestingar í þeim mikilvægu innviðum sem sem við eigum að standa fyrir og þurfum að standa fyrir. Þannig að fólkin í borginni og fyrirtækjunum vegni vel, því að það skiptir auðvitað miklu máli að vinna gegn fátækt og ójöfnuð þannig að íbúunum líði betur, efla skólaþjónustu þannig að okkur líði betur og við náum okkar árangri og markmiðum og bæta þjónustu við fólk allan hátt, líka með því að fjárfesta í almenningssamgöngum og göng- og hjólaleiðum svo nokkur dæmi séu tekin. Þannig að stefnumörkunin að vaxa út úr erfiðum aðstæðum gengur vel. Við getum verið stolt af þessu, bæði þeirri fjármálastefnu sem við settum 2020, endurskoðari 2022. Ég gerir ráð fyrir að við munum fara yfir þá stefnumörkun núna og skoða með tilliti til þessar niðurstöðu. Við þurfum alltaf að vera að setja okkur góð og sterk markmið sem að hvetja okkur áfram til þess að ná enn betri árangri. Við ákveðum að vaxa út úr vandanum. Það gengur hraðar en áætlanir gerðu ráð fyrir og við getum öll verið stolt af því. Og ég legg til að ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 verði samþykktur. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarstjóra fyrir ágæta yfirferð yfir fjármálin í ræðu sinni. Ég saknaði þó eins, ég saknaði bæði núna og líka síðasta fundi nákvæmrar yfirferðar á stöðu B-hlutans. Til þess að átta sig á fjármálum borgarinnar þá þurfum við bæði að líta á A-hlutan og B-hlutan. Hins vegar finnst mér borgarstjóri svolítið einblína á A-hlutan eins og B-hlutin skipti ekki máli. Þannig að ég vildi bara kannski fá viðbrögð borgarstjóra við þessu og best væri ef hún gæti núna eða bara seinna farið vel yfir B-hlutan með okkur og skuldahlutfallið og borið þá skuldahlutfall B-hlutans með þeim hætti við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Það eru mörg fyrirtæki undir B-hlutanum og auðvitað er alltaf að segja að þau bara borga þetta sjálf. Við vitum þó á sum fyrirtækin í B-hlutanum, þau munu aldrei geta borga skuldir sína sjálf nema að það verði annarkvort bara eins og hækkuð leiga, hækkaði strætó eða borgarsjóður komið til. Þannig að mér langar bara líka að spyrja borgarstjóra, hefur hún engar áhyggjur af B-hlutanum og hrattvaxandi skuldum þar? Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvari, svarar þá ansvari Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum auðvitað með ársreikning B-hluta líka undir. Þar eru sterk og stöndug fyrirtæki. Þau eru auðvitað mismunandi og það sjálfsagt að ræða þau. Ég í rauninni fór yfir helstu kennitölur í þeim rekstri í fyrri ræðinu minni á síðasta fundi. En mér finnst líka eðlilegt að þeir borgarfulltrúar hér sem að sitja í stjórnum þeirra fyrirtækja geti þá komið vel inn á það og ég veit að nokkrir félagar mínir alltaf gera það. Þannig að við sjáum kannski í lok fundar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hvort ykkur finnst eitthvað órætt þar og getum þá bætt því við á einhvern fund sem okkur finnst mikilvægur til þess að ræða akkurat þau fyrirtæki. En ég tek undir að það er alltaf gott og við berum auðvitað ábyrgð á þeim og erum stolt af þessum fyrirtækjum. Þetta eru flott fyrirtæki og við erum auðvitað að leggja fram þeirra ársreikninga hérna líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og tek undir það með henni að það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á B-hlutanum líka og ég hef áhyggjur yfir hrattvaxandi skuldum ýmissa B-hluta fyrirtækja og sakna þess hvað það er lítið rætt hér í borgarstjórnum þessi mál. Því að eins og borgarstjóri kom inn á, við berum ábyrgð á þessum fyrirtækjum á endanum
og félagsbústaðir að auka skuldir sínar hratt, Orkuveitan líka, og við getum bara ekki snúið blinda auganu að þessum skuldum samstæðunar, og það verður líka, finnst mér að birta þegar það eru svona myndarleg súlurit hérna, þá verður við líka að fá, og óska bara beinlínis eftir því að fá að sjá slík súlurit yfir skuldi B-hlutans og samstæðunar og þá með samanburði við önnur sveitarfélög. Takk. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvar öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég var reyndar ekki með samanburði milli sveitarfélaga varðandi B-hlutan þar sem Reykjavíkurborg í ákveðinni sérstöðu þar varðandi eignir. Við erum auðvitað gríðarlega stendugt og sterkt sveitarfélag með miklar eignir. En það voru sannarlega margar bæði glærur og í yfirferð minni síðast B-hluta fyrirtækin, samanburð á milli ára, niðurstöðuna, rekstrarniðurstöðu A- og B-hluta, þróun e-betunar, álafleiðuna og ýmislegt fleira. Þannig að ég kannski mæli með því að við bara ykkur til undirs geti hlustað á þessar ræður aftur og fari betur yfir, en síðan auðvitað förum við bráðum að gera fjárhagsáætlun til að fá þessi fyrirtæki inn og við eigum alltaf að vera í öflugu eftirliti með þeim. Það er auðvitað okkur hlutverk. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon eftir því að komi athugasemd við fundarsköp eða bera af sér ámæli. Veitir það borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef ekki fleiri spurningar og þakka borgarstjóra fyrir svörin, en vil bara vara við því að við lítum á eignirnar alltaf á móti skuldunum. Það er mikil tilhneiging til að hækka virði eignanna í okkar bókum, gott og vel, en megnið af okkar eigum munum við aldrei selja. Við munum aldrei selja götur, gangstéttir, brunahanna eða til dæmis bara orkuveituna, þannig að það þýðir ekki að nota þessi réttlætingu fyrir mikilli skuldaaukningu að við eigum eignir á móti, því að við ætlum okkur væntanlega ekki að selja þær. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 og ég ætla nú bara að stikla á stóru hér til að byrja með við það sem ég ræddi í fyrri umræðu, en niðurstaðan af rekstri A-hluta var sannarlega jákvæð á síðasta ári og það svona kannski við fyrstu sýn gefur tilefni til að fagna, en við erum að benda hins vegar á nokkrar staðreyndir að enn sé nokkuð langt í land við að vinda hér ofan af margra áratuga óstjórn í rekstri borgarinnar. Og þá hef ég vísað hér á rekstrarreikning borgarinnar og ef við berum hér saman skatttekjur og framlög jöfnunarsjóðs við rekstrargjöld og hér hef við tekið út áhrif lækkunar lífeyrisskuldbindinga, við erum bara að skoða launatengd gjöld og annan rekstrarkostnað, að þá erum við að sjá að rekstur borgarinnar, hann væri rekinn með halla sem nemur nær 15,4 milljörðum ef við skoðum bara þessar stærðir. Þannig að skatttekjur og framlög jöfnunarsjóðs standa ekki undir reglulegum útgjöldum og tæplega 15,4 milljarða króna halli væri af rekstri borgarsjóðs ef við myndum bara líta til þessara stærða. Rekstur borgarinnar er ósjálfbær og þá ætla ég hans að líta til Kópavogs vegna þess að oft er vísað til Kópavogs hér í þessum sal. Og ef við skoðum hér rekstrarreikning í ársreikningi Kópavogsbæjar 2024 og berum saman nákvæmlega sömu stærðir, skatttekjur og framlög jöfnunarsjóðs við laun og launatengd gjöld og annan rekstrakostnað, að þá sjáum við að þar er hallinn 126 milljónir og til að sýna bæði rekstri borgarinnar og Kópavogsbæjar sanngirni þá koma auðvitað einhverjar reglulegar eðlilegar tekjur inn í kassan sem ekki eru skatttekjur eins og til að mynda úr leikskólagjöldum. Þannig að það er óhætt að segja ef litið er á þessar tölur hér að rekstur Kópavogsbæjar er hins vegar sjálfbær. Nú hvað er það sem hefur verið að hreyfa hér nálina í rekstri borgarinnar og færa hann til að því virðist betri vegar? Yfir réttu megin við núllið ef svo má segja, ég fór yfir það í minni fyrri ræðu. Það er hækkun útsvars, lögbundið útsvar var hækkað á sveitarfélögin á árunum 23 og 24. Það fór úr 14,52% í 14,97%.
Reykjavíkurborg ákvað að fullnýta þessa heimild til útsvarshækkunar og heldur því áfram í lögbundnu hámarki og þetta var auðvitað til þess að mæta kostnaði við málaflokk fatlaðs fólks. Fasteignaskattar, krónutala þeirra hefur líka hækkað gríðarlega og ég hef rakið það hér áður hvernig fasteignamat hækkaði 20% heilt yfir 2023 og borgin ákvað að fullnýta sér tækifærin til þess að innheimta þessa auknu skatta á meðan nágrannasveitarfélög lækkuðu sín álagningarhlutföll. Borgin er líka í einstakri stöðu til að greiða sér arð úr sínum innviðafyrirtækjum, bókhaldstæknileg atriði, sveifla valda jákvæðri sveiflu milli ára sem nemur tæpum 5 milljörðum, eignasala, við erum að tala sölu byggingaréttar, sölu bílastæða og fleiri atriði sem eru einskiptistekjur og rekstur borgarinnar á þetta ekki að þurfa að reiða sig á í grunninn. Og svo nefni ég svona sem dæmi tekjur bílastæðasjóðs vegna þess að á þessu kjörtímabili þá var svæði gjaldskyldra bílastæða stækkað, gjaldskyldur tími var lengdur og verðið var hækkað og þetta leiðir til þess að tekjur bílastæðasjóðs hafa aukist 70% á þessu kjörtímabili. Og hér síðar á fundinum mun Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, fara fram með ákveðna umræðu hér bílastæðamálin í borginni. Nú, ég fór yfir þessar tölur hér á síðasta fundi, það er þetta fyrst og fremst sem hreyfir nálina milli ára 21,1 milljarð jákvæð áhrif á þróun tekna, 21,1 milljarður. Ef við lítum hins vegar á rekstrarkostnaðinn, sem er það sem við viljum sjá að brugðist sé við og hefur verið að vaxa yfir lengra skeið og mun taka fjölda ára auðvitað vind ofan af. Þetta er auðvitað stærðarinnar olíuskip sem hér þarf að snúa við. Við sjáum að laun og launatengd gjöld hækka 6,5% milli ára sem er langt umfram hóflegar kjarasamningshækkanir á árinu. Annar rekstrakostnaður hækkar 9% og samanlagt hækka þessir liður tæpa 12,5 milljarða ára. Þannig að hér er það bara sama sagan, sama vandamáli við bent á hérna allt í gegnum árin, að vandi borgarinnar hefur alltaf verið þessi útgjaldavandi, ekki tekjuvandi. Og hagræðingin, hún er yfirleitt sótt í vasa skattgreiðenda, í auknar tekjur sem streyma hér í kassan frá skattgreiðendum, útsvarstekjur aukast, tekjur af fasteignasköttum aukast, en hér getum við líka horft á arðgreiðslur úr innviðafyrirtækjum, eignasölu og fleiri atriði sem ég nefndi hér fyrr. Hér hefur verið fjallað svolítið starfsmannafjölda og á síðasta fundi vísaði ég tölur í ársreikningi þar sem að fjármálaskrifstofa tiltók sérstaklega að starfsmönnum hefði fjölgað með tilteknum hætti. Nú hafa komið skýringar á því að helmingur þess fjölda voru starfsmenn við kosningar, en vandinn sem við erum að ávarpa og höfum alltaf ávarpað er að hér starfi gríðarlega margir á hvern íbúa í borginni. Og þetta er bara vandi sem hefur farið vaxandi og verið viðvarandi mjög lengi og mun taka, eins og margt annað, svolítinn tíma að vinda ofan af. Viðskiptablaðið fjallaði einmitt þetta í vikunni, en þar kom fram að baki hverju stöðugildi hjá Reykjavíkurborg væru 14 íbúar. Nú, ef við berum saman við Kópavog og Garðabæ, þá eru að baki hverju stöðugildi þar 20 íbúar. Og þetta er ágætis birtingarmynd af vandanum. Þetta er ágætis birtingarmynd af allt og stóru stjórnkerfi og því að tækifæri stærðar hagkvæmninnar séu vannýtt í Reykjavík. Ég fjallaði líka það í minni síðustu ræðu að skattbyrði hefði aukist á hvern starfandi borgarbúa milli áranna 2010 og 2024. Og borgarstjóri kom til andsvara í sinni síðari ræðu og benti á að í þrígang yfir þetta tímabil hefði útsvarsprósentan verið hækkuð. Og ég til að taka tillit til þess. Þannig að við skulum ekki horfa á tímabilið 2010 til 2024. Við skulum horfa á tímabilið 2013 til 2024. Þar inni er bara ein útsvarshækkun. Og ef við horfum á tekjuhliðina þarna, þá ætla ég að lækka hana 4 milljarða, sem er hækkun útsvarsprósentu eftir auknar tekjur, útsvarstekjur sem koma inn með hækkun útsvarsprósentu. Lækkum þetta með þessum hætti. Hvað gerist þá? Jafnvel, ef við horfum bara á tímabilið 2013 til 2024, tökum út útsvarshækkunina, þá hefur skattbyrði aukist tæplega 300.000 krónur árlega á föstu verðlagi á hvert starfandi borgarbúa á tímabilinu. Og þetta eru tæplega 600.000 krónur í aukna skattheimtu á hverja fjölskyldu með 2 fyrirvinnur að meðaltali. Svo eru þetta húsnæðismálin sem hafa verið eitt stærsta mál kjörtímabilsins. Við höfum fjallað þessar tölur hér áður. Húsnæðissáttmálinn hann gerir ráð fyrir 2000 íbúðum árlega, en tölfræði byggingafulltrúa segir að einungis 989 íbúðir hafi verið fullkláraðar 2024. Og svo sjáum við fréttir af þessum toga.
hvernig þéttingarstefna borgaryfirvalda hefur leitt til þess að hér seljast ekki íbúðir. Hér er frétt þar sem fasteignasali segir 65% nýrra íbúða á þéttingarreitum ekki seljast. Skýringin hún finnist í verðbili milli nýrra og eldri íbúða og skorti á bílastæðum. Og svona er fréttaflutningurinn af þessum þéttingarreitum, hvernig gangi að selja. Ríkjandi húsnæðisstefna hefur beðið skipbrot, við höfum nefnt það. En samt hefur hér verið selt töluvert af byggingarétti og sala byggingaréttar hún stórjókst milli ára 23 og 24. Og hvað var það? Það kom nefnilega dálítið óvænt sala inn á lokametrunum. Perlan seldist ekki og þá var rokið til og seldur byggingaréttur. Já, þetta er á þéttingarreitum. Þetta er ekki endilega á reitunum sem fólk er að biðja þetta er ekki endilega tegund húsnæðis sem fólk er að kalla eftir. En það sem helst hreyfði nálina þarna, það var sala byggingaréttar í Vesturbuktinni fyrir 3 milljarða króna. Og hér er ráðgert að rísi gríðarlegt byggingamagn á svæðinu þar sem þið sjáu þarna bílastæðin. Og sjálfstæðismenn höfum alltaf verið á því að þarna megi vissulega byggja, en það þarf að byggja í samræmi við nærliggjandi byggð, hóflegt byggingamagn, að virðingu við söguna og því miður er allt útlit fyrir að þarna munum við sjá enn eitt skipulagsslysið raungerast, allt í þágu þess að laga reikningin. Nú niðurstaðan þessi, reksturinn er ósjálfbær, skatttekjur og framlög jöfnunarsjóðs standa ekki undir reglulegum útgjöldum. Ríflega 15,4 milljarða króna halli ef við skoðum bara þessar stærðir. Reksturinn er ósjálfbær eins og fram hefur komið. Hann reiðir sig á einskiptistekjur, arðgreiðslur og bókhaldstækni, svo eitthvað sé nefnt. Við sjálfstæðismenn leggjum áherslu á að hér verði tryggður sjálfbær rekstur borgarsjóðs. Við áttum okkur á að það tekur lengri tíma en skemmri. Dropinn holar steininn í þeim efnum, en það er verk að vinna. Enda er traustur rekstur forsenda öflugrar þjónustu. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn talandi brellur og útreikninga og hugmyndaauki í slíku, þá fór nú mikið fyrir því í ræðu borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttur. En mér bara leikur furða á því að ef við erum að skoða skatttekjur á hvern íbúa á föstu verðlagi og segjum sem svo að það sé rétt sem ég nú ekki búin að skoða að þar hafi hækkað á þessu tímabili, þá þýðir það að meðaltekjur í Reykjavík hafa aukist. Þær hafa hækkað. Er það ekki gleðilegt? Er það ekki eitthvað sem við erum að vinna að með fyrirtækjunum í borginni, með verkalýðshreyfingunni, með öllum, að við séum að búa hér til góð lífskjör? Er það vandamál að Reykjavíkurborg er búin að gera samning við ríkið heimahjúkrun fyrir gamalt fólk? Þannig að við erum með 100 starfsmanna bara í því verkefni en önnur sveitarfélög, þar með að Kópavogur er ekki með það. Er það vandamál að Reykjavíkurborg hefur verið í forystu að byggja upp fyrir fatlað fólk? Er það vandamál? Eigum við að vísa því fólki eitthvað annað? Þar hefur Kópavogur sannarlega ekki staðið sig. Ég ætla að segja ykkur hér að það er ekki vandamál fyrir íbúa sem bíða hér eftir félagslegu húsnæði. Það hefur fyrst og fremst aukist í Reykjavík. Það hefur ekki aukist annars staðar og það er ekki vandamál fyrir íbúa hér að húsnæði, stofnframlög eru borguð ár eftir ár. Það er ekki vandamál. Kópavogur borgaði á síðastliðnu ári 60 milljónir í stofnframlög. Reykjavíkurborg borgaði hins vegar 3 milljarða. 3 milljarða. Þetta eru gjöld sem við erum stolt af því við erum að vinna fyrir fólki í borgin sem á okkur og við erum glöð ef að launin eru að hækka. Við erum glöð ef við líður betur og fá stað til að búa á og fá þann stuðning og þjónustu sem við þurfa. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég get tekið undir að það getur verið gleðiefni að launatekjur fólk aukist. En það er ekki gleðiefni í mínum huga, heldur miklu frekar vandamál. Ef heimilin í borginni greiða sífellt herra hlutfall sinna launatekna inn í borgarsjóð, ekki síst þegar borgarsjóður er illa rekinn og ekki síður á meðan þjónustan við íbúana fer versnandi. Og veruleikinn er sá að hér borga íbúar meira fyrir minna, þjónustan fer versnandi og samkvæmt þjónustukönnun Gallup sem borgin neitar að taka þátt í en við höfum hins vegar fengið að sjá niðurstöðurnar úr, þá mælast lífsgæði í Reykjavík sífellt verri en í öðrum sveitarfélögum. Hér eru vannýtt tækifæri til skattalækkana. Það er það sem þessar tölur segja mér.
Og varðandi umræðu stofnframlög og uppbyggingu borgarinnar í hagkvæmt húsnæði, að þá nýjasta dæmið Jöfursbás í Gufunesi, þar sem borgin gerði allt of litlar kröfur, gaf mikið eftir, gaf mikla styrki inn í uppbyggingu þar sem skilaði uppbyggingaraðilum góðum hagnaði en íbúum ömurlegum búsetuskilyrðum. Þannig að ég ekki viss að þessi stefna sé eitthvað til þess að vera sérstaklega stoltur af. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri? Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta auðvitað mjög fróðlegt og sýnir okkur vel inn í heim hægri manna sem ekki að hugsa fólki í borginni, ekki að hugsa hvernig fólkinu líður eða að það fá þá þjónustu sem það þarf, að það finnir sér stað til þess að búa í, heldur að hugsa í tölum og reikningum af einhverjum tæknibrellum og útreikningum og prósentum. Auðvitað þýðir það ekki að hlutfallslega borgi fólk meira ef að upphæðin hærri. Því að hlutfallslega höfum við ekki breytt útsvarinu því við höfum verið með hámarki allan tímann. Þannig að hlutfallslega fólk að borga það sama. Það hefur aukist vegna þess að við erum tekið okkur þjónustu fatlaðs fólks. Hlutfallslega höfum við tekið okkur fleiri verkefni af því við erum að hugsa íbúana. Við erum að hugsa það að það gott að samþætta þjónustu fyrir gamalt fólkinu á heimilin. Það gott fyrir íbúana að við hlutfallslega fjárfestum í húsnæði með verkalýðshreyfingunni. Það gott fyrir íbúana að við séum að gera borgin okkar gönguvæna, að við gerum hana hjólavæna, að við séum að hugsa hvað íbúarnir vilja. Ég heyri það, Sjálfstæðisflokkurinn ætlar ekki að hlusta það og ég vona að fólk fari ekki þá leið hér því að sannarlega það ekkert mál að skila góðum ársreikningi en maður veitir ekki þjónustu. Það ekkert mál. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Telst á ansvörum lokið undir þessum lið og næstu varstu borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir búin að óska eftir ansvari, svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég áttaði mig nú ekki alveg á samhenginu í þessu andsvari en ég ger mitt besta til að bregðast við. Krónutalan hún hækkar á föstu verðlagi, krónutala skattbyrði hvers starfandi einstaklings í Reykjavík hún hækkar á föstu verðlagi. Alveg meiri sagði ef við undanskiljum útsvarshækkanir sem hafa komið inn, hækkanir á lögbundnu útsvari til að mæta þjónustu við fatlað fólk. Þannig þetta útúrsnúningur. Við erum að benda á að það sé óæskilegt að fólk greiði sífellt hærri krónutölu á föstu verðlagi af sínum launatekjum inn í borgarsjóð án þess að fá hér betri og meiri þjónustu. Okkur sjálfstæðismönnum nefnilega mjög og verulega umhugað fólkið í borginni og þjónustuna við fólkið í borginni og að bera virðingu fyrir því að fara vel með það fé sem fólk greiðir og þann hlut sem fólk greiðir af sínu sjálfsafla fé hingað í borgarsjóð. Við viljum veita framúrskarandi þjónustu við borgarana sem minnstar fjárhæðir og við viljum koma höfuðborginni aftur í forystu. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur óskað eftir að veita stutta athugasemd til að bera af sér sakir. Já, borgarfulltrúin sagðist ekki skilja athugasemdina mína þar sem að hún hafi mismælt sig greinilega, talað sífellt hærra hlutfall af tekjum íbúa borgarinnar væri að fara í borgarsjóð. Það sagði hún og þess vegna brást ég við með því. Ef þú ert að meina að upphæðin hafi hækkað þá getum við öll glaðst yfir því að meðallaun í Reykjavíkurborg hafa hækkað umfram verðlag og það segir okkur að við erum á réttri leið, við erum að standa með atvinnulífinu og fólkið hefur það betra. Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita stutta athugasemd og veitir þá stutta athugasemd borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Hafi ég talað hlutfall þá átti ég auðvitað við krónutölu á föstu verðalagi en það hins vegar svo að útsvar hefur verið hækkað í raunar 4 skipti frá árinu 2010 þannig að hlutfallið hefur líka hækkað. Hér birtist bara hugmyndafræðilegur ágreiningur, hér finnst vinstrimönnum sífellt kjörið tækifæri að seilast í vasa skattgreiðenda hvenær sem kostur Við viljum hins vegar taka eins lítið og við getum af sjálfsaflafé fólks en veita samt sem áður góða þjónustu, enda fólki best treystandi til að verja sínu eigin sjálfsaflafé. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd og gerir þá stutta athugasemd Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæti borgarstjórn, ég ætla nú ekki að nýta neina mínútu í þetta en það ætla ekki að fara með neina klisjur úr rekstri eða minni pólitísku sýn. Það bara mikilvægt að halda til haga muninum á hlutfalli og hækkun. Hlutfall af tekjum getur hækkað og lækkað eftir hvernig tekjurnar mínar hækka og lækka en þarna var borgarfulltrúanum greinilega bara fótaskortur á tungunni eins og sagt var en hins vegar þá gerur það og segir það
þetta ekki staður til þess að rífast yfir einhverjum hugmyndafræðum. Við erum að tala 2024 ársreikningin. Hann jákvæður, hér borgarfulltrúin með einhverjar brellur útreikninga sem sýnir fram á að þetta sé allt saman voða neikvætt og voða vont og allt sé alveg hræðilegt. Ég ætla að vona að borgarbúar hlusti ekki á það og að við höldum áfram að tala í jákvæðum hætti með það sem hefur þróast með jákvæðum hætti og við gagnrýnum það sem hefur ekki þróast með nægilega jákvæðum hætti og förum ofan í ársreikningin eins og hann stendur og borgarfulltrúar haldi sig við það. Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir og ég minni á að stuttar athugasemdir eru veittar til þess að annarkvort gera athugasemd við fundarsköp forseta eða til að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir og ég minni á það og minni jafnframt á að borgarfulltrúar geta óskað eftir því að taka til máls í ræðu. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir óskar eftir að gera stutta athugasemd til hvers? Að leiðrétta ásakanir. Þá þarf ég að leysa hún sé að segja, ég sé að segjast í Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir. Forseti ágæta borgarstjórn, það er rétt að árétta að hlutfallið hækkaði. Það er rangt í máli borgarstjóra að segja að hér hefur orðið einhver fótaskortur á tungunni. Árið 2010 var lögbundið hámark útsvars í íslensku sveitarfélögum 13,28%. Í dag er það 14,97%. Þetta kallast hækkun á hlutfalli. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin, borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, það gleður mig að fá að komast að. Við áttum hér ágæta umræðu ársreikning fyrir viku síðan og gott að geta komið hingað til þess að endurtaka hana. Stóra myndin er svo að það er umtalsverður viðsnúningur hjá Reykjavíkurborg og við skilum afgangi núna í fyrsta sinn í 5 ár og allt er þetta samkvæmt áætlun en eins og við vitum þá ganga áætlunir ekkert alltaf upp. Og það er gleðilegt að áætlanir borgarinnar skuli standast og til þess að þær gangi eftir þá þarf skýra pólitíska forystu í meirihluta en umfram allt öfluga yfirstjórn, sviðsstjóra og fjármálastjóra og forstöðumenn stofnana. Og þetta hefur allt saman gengið upp og ber að þakka fyrir. Ég hef lagt ofuráherslu á að hafa góða yfirsýn yfir mönnun en það er stærstur hluti útgjalda borgarinnar launagreiðslur til starfsmanna og hér við fyrri umræðu varð misskilningur fjölda starfsmanna og fjölda stöðugilda og þannig var þetta framsett í ársreikningum að það mátti misskilja og þróunina og sá misskilningur hefur verið leiðréttur og ég vil benda á að stöðugildum fjölgaði ekki nema 31. Þau fóru úr 8.575 í 8.606 sem er 0,4% breyting á milli ára og það er gríðarlega góður árangur af því á sama tíma höfum við verið að auka þjónustu og bæta þjónustu. Það sem skekkti myndina í ársreikningunum er að það kom fram fjöldi starfsmanna við árslok 2023 borinn saman við fjölda starfsmanna við árslok 2024. Og í rauninni þá eru þetta tölur fjölda launaseðla sem eru keyrðir út úr kerfinu þau mánaðamót og þar kom í ljós að þau fóru úr 10.681 í 11.576 og skýringin er svo að það voru 735 manns sem fengu greidd laun í raun og veru frá ríkinu en í gegnum borgarsjóð fyrir að vinna við framkvæmd alþingiskosninganna 30. nóvember. Og þessir starfsmenn eru ekki starfsmenn borgarinnar þótt að launin hafi farið í gegnum borgarsjóðs.
Þeir mælikvarðar sem að gefa gleggsta mynd af mönnun og eru fjöldi stöðugilda sem að stendur nánast í stað og svo hlutfall launaútgjalda af samanlögðu útsvari og greiðslum úr jöfnunarsjóði. Og það hlutfall lækkar á milli ára úr 81% í 79,1% og þannig náðist markmið fjármálastefnu borgarinnar til 5 ára hvað varðar launaútgjöld. Í ársreikningi koma fram mikilvægar upplýsingar hvernig gekk að ná þeim fjárhagslegu mælikvörðum sem þar eru. Og þeir eru á blaðsíðu 3 í reikningnum og þau þróast allir í rétta átt. Við sjáum það líka á ársreikningum nágrannasveitarfélaganna að þau eru rétt úr kútnum eftir erfið ár í gegnum COVID-faraldurinn og eftirmál hans. Og ég held að það sé ágætis tilefni til þess að bera saman stöðu sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Borgarstjóri fór hér áðan yfir þróun skuldahlutfallsins, þannig að ég ætla nú ekki að endurtaka það, en það lækkaði úr 113% í 105% hjá borginni sem næstlægst á eftir Kópavogi og ber að fagna. Annar mikilvægur mælikvarði til að sjá hvort sveitarfélag geti ráðið við skuldastöðu sína og hafi laust fé áramót til þess að greiða þær skuldir sem að falla til á árinu veltufjárhlutfallið og þar miðað við að hlutfallið þurfa að vera yfir 1 og Reykjavíkurborg stendur þar best allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu með veltufjárhlutfall í 1,06. Hin sveitarfélögin eru með þetta hlutfall frá 0,4 í Garðabæ, 0,5 í Kópavogi og upp í 0,9 í Hafnarfirði. En kannski lykil mælikvarðinn sem við þurfum alltaf að hafa augun á veltufé frá rekstri. En það það fjármagn sem að eftir stendur úr rekstrinum í loka árs til þess að annaðhvort fjárfesta í nýjum verkefnum eða greiða niður skuldir. Og í fjármálastefnu borgarinnar markmiðið að veltuféð sé 7,5% eða meira og mér langar að minna á það að eftir erfiðu árin í gegnum COVID þá hér í upphafi kjörtímabils þá var veltufé frá rekstri neikvætt í borginni 2022 og í raun og veru verið að fjármagna reksturinn með lánum. Í dag stöndum við í 6,3% sem gott en við þurfum að gera talsvert betur til þess að ná því upp og ég myndi nú halda að við þyrftum að koma því upp í 10–12% ef að vel og að vera. Enda markmiðið líka samkvæmt fjármálastefnunni að hefja niðurgreiðslu skulda umfram ný lán árið 2027. Í samanburði við hin sveitarfélögin stöndum við nokkuð vel hvað varðar veltuféð, aðeins í Kópavogi þar veltuféð hærra í 7%, reyndar í Mosfellsbæ 6,9% og í hinum sveitarfélögunum þetta frá 3% upp í 5,3% í Garðabæ. Og borgarstjóri fór nú aðeins yfir skuldir per íbúa. Þar eru skuldirnar á mann hér í borginni 1395.000 sem næstlægst á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég held við getum bara verið stolt af því hvar við stöndum hvað þessa mælikvarða varðar. Og forseti, við hljótum að gleðjast yfir þessum viðsnúningi og því að áætlanir sé að ganga upp, en það augljóst að mínu viti að það hægt að gera ennþá betur. Og það mjög mikilvægt að gera betur. Það eru gríðarlega mikla fjárfestingar framundan, ekki bara í því að bæta þjónustu, heldur í fjárfestingum sem tengjast húsnæðisuppbyggingu sem afar brýnt að ná við fram að ganga. Í Ártúnshöfða, Keldnalandi, Úlfarsárdal, svo í Laugardal og í Vogabyggð, þarna allt saman grunnskólar sem þarf að byggja. Líklega 6 grunnskólar og hvað þá, 3 leikskólar á hvern grunnskóla, 18 leikskólar, hver grunnskóli kostar kannski 8 milljarða að meðaltali og leikskólinn milljarð. Við erum mjög fljót að koma upp í 65–70 milljarða pluss, bara rétt handan við hornið. Ef við ætlum að efna loforð okkar og markmið húsnæðisuppbyggingu og loforð til íbúa að tryggja jafnvægi á húsnæðismarkaði. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og samhliða þessu öllu þá
viljum við mæta auknum kröfum bætta þjónustu. Og mér langar að taka undir með borgarstjóra sem fór hér aðeins yfir það áðan að fjöldi starfsmanna per íbúa, hann kannski má skýra í samanburði við hins sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, hann má kannski skýra með því að við erum að veita miklu meiri velferðarþjónustu heldur en sveitarfélögin hérna í kringum okkur. Og það auðvelt að segja, heyrðu, við þurfum að ná betri árangri í rekstrinum, en á endanum þá kemur það einhvers staðar niður. Ég held að við megum vera stolt af því hér í borgarstjórn að hafa náð þessum fína viðsnúningi á undanförnum árum án þess að ganga nærri viðkvæmri þjónustu. Forseti, það mikið verk framundan að halda áfram á sömu braut, halda áfram aðhaldssömum rekstri og við sjáum það á þessum ársreikningi að það hægt að ná árangri í átt að sjálfbærari rekstri ef að viljinn fyrir hendi. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, verður lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarstjórn, kæru íbúar, góða starfsfólk. Rekstrarniðurstaða samantekins ársreiknings Reykjavíkurborgar A- og B-hluta var jákvæður tæplega 11 milljarða sem 3 milljörðum betri niðurstaða en áætlað var. Ég sem hefur verið í meirihluta í 7 ár, setið í fjármálahópi, borgarráði og oddvitahópi allan þennan tíma, stolt af þessu og mínum þætti í þessari niðurstöðu. Ég hins vegar ekki svo hrokafull að slá mér á brjóst og halda því fram að mér einni eigi að þakka fyrir. Þrotlaus vinna starfsfólks, útsjónasemi þeirra sem á samstaða innan 4 flokka í meirihluta allan þennan tíma þessi mál hefur skipt verulegu máli. Við gerðum aðgerðaáætlun í COVID að vaksa út úr vandanum árið 2020 og planið stóðst. Sum vildu jafnvel ganga enn lengra og vilja forgangsraða tölum yfir þjónustu en ég ekki þar. Ég vil sjá góðar tölur fara vel með fé en ekki ganga svo langt að það gangi óhóflega á velferð fólks. En við erum nú í mismunandi flokkum af ærinni ástæðu. Stundum finnst mér eins og helsti metnaður sumra flokka í pólitík sé að greiða niður skuldir. Minn metnaður sjálfbær fjárhagur til að þjónusta fólk eins vel og unnt til þess að þjónusta fólk eins vel og unnt Það ekki markmið í sjálfu sér. Stafræn umbreyting hefur skipt máli en hluti af græna planinu sem okkar góða COVID-áætlun kölluð var einmitt veruleg fjárfesting í stafrænni umbyltingu og ég var stoltur formaður stafrænna mála á þeim tíma þegar þetta verkefni fór á stað og þessi vegferð. Hagræðing fyrstu 20 verkefna sem metin hafa verið 700 milljónir á ári eða 2,8 milljarðar á þeim 4 árum sem liðin síðan græna planið var samþykkt. Afkoma samantekins ársreiknings A- og B-hluta var 14 milljörðum betri árið 2024 heldur en hún var árið 2023. Rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 4,7 milljarða sem 4 milljörðum betri en áætlað var. Þetta þrátt fyrir að skatttekjur og tekjur af jöfnunarsjóði hafi verið 315 milljónum undir áætlun. Þetta þrátt fyrir að söluhagnaður eigna hafi verið 1,5 milljarði undir áætlun. Þetta þrátt fyrir að matsbreyting fjárfestinga eigna félagsbústaða sem oft hefur verið ræddar hér var 2,5 milljörðum undir áætlun en stundum hefur þessi matsbreyting verið mikið til umfjöllunar sem ársreikningspund en hér lítið pund. Þetta ekki þrátt fyrir heldur meðalans vegna þess að laun og launatengd gjöld voru 2,3 milljörðum undir áætlun. Farið var vel með fé, fylgst vel með ráðningum sem voru verulega takmarkaðar. Aðhald var með fjárhagnum og þrýstingur á að hagræða eins og hægt var sannarlega til staðar. Gott og vel. En það ekki eins og þetta sé sársaukalaust eða einfalt eða öllum jafn auðvelt og það þarf að stíga varlega niður og gæta þess jafnvægis að fara vel með fé og þjónusta fólk, ekki bara vel heldur í takt við okkar mannréttinda skuldbindingar. Hér í dag hafa húsnæðismálin komið til tals og þau eins og annað sem borgin gerir nýtur að sjálfsögðu ekki sannmælis í meðhöndlun minnihlutans eða ákveðina fjölmiðla frekar en fyrri daginn.
Á síðustu 5 árum hafa verið byggðar hátt í 1200 íbúðir á ári og á sama tíma hefur árleg fjölgun íbúa verið að meðaltali 2300. Auðvitað þetta áskorun. Alls hafa verið byggðar hátt í 9000 íbúðir síðan 2015, þar af 37% á vegum óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga. Ég stolt af þessu. Þetta sýnir í raun og veru að Reykjavíkurborg hefur verið í forystu þegar kemur að því að tryggja fjölbreytta og viðráðanlega húsnæðisuppbyggingu með tífalt fleiri félagslegum íbúðum á Höfðatölu en Garðabær. Talandi Garðabæ, sem jú undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Nýleg skýrsla HMS sýnir að leiguverð í Reykjavík í dag lægra en í Garðabæ. Þrátt fyrir að hér sé fjölmennasti markaðurinn. Það sýnir að félagslega blönduð, fjölbreytt og stöðug uppbygging hefur skilað raunverulegum árangri fyrir borgarbúa. En hvernig gengur annars Garðabæ með önnur mál? Nýleg umfjöllun arfarslæka þjónustu við fatlaðan ungan mann afhjúpar að þar hefur forgangsröðunin sannarlega ekki verið út frá mínum bókum sem að tryggja sjálfbæran rekstur en þjónusta fólk fyrst og fremst. Með því að auka fjölbreytileika á húsnæðismarkaði og fjölga íbúðum sem eru ekki háðar hefðbundnum markaðsskilyrðum dregur borgin úr verðþrýstingi og býr til örugg búsetuúrræði fyrir tekjulága, stúdenta, eldri borgara og fatlað fólk. Ég stolt af þessu. Húsnæðisvandinn nefnilega ekki tilkominn vegna skipulagsstefnunnar, heldur efnahagskerfið. Að húsnæðismarkaðurinn á Íslandi orðin að braskmarkaði. Á sama tíma hefur okkur fjölgað mikið. Þær efnahagskrísur sem við höfum staðið frammi fyrir hafa tafið uppbyggingu eins og hrunið og COVID. Ég vil minnast þess að eftir síðasta tímabil Sjálfstæðisflokks í meirihluta borgarstjórnar voru 96 íbúðir byggðar á árinu 2011. Sanngjarnt að mér að taka það úr samhengi við hrunið og kenna Sjálfstæðisflokknum Nei, enda geri ég það ekki. Og áfelli Sjálfstæðisflokkinn ekki, því ég vil leyfa fólki og flokkum að njóta sannmælis. Það væri betra ef við værum fleiri því. Þegar vaxtalækkanir hafa orðið hefur það verið þensluskapandi og hækkað verð. En svo þegar vextir hafa hækkað í kjölfarið til að bregðast við, hefur það dregið úr getu fólks til að kaupa og getu verktaka til að byggja. Rétt skal vera rétt. Þetta hefur laðað sér fjárfesta í brask á húsnæðismarkaði og það kemur skýrt fram í HMS skýrslunni. Það hefur verið ökla og eyra sem ekki til þess fallið að styðja við gróskumikinn húsnæðismarkað í jafnvægi. Þetta ýtir undir hækkun húsnæðisverðs sömuleiðis. Og Seðlabankinn hefur líka bent á þetta, að hátt vaxtastig og hægari sala íbúða eru í samhengi við núverandi markaðsaðstæður. Og þessi þróun eitthvað sem við verðum að fylgjast með og við verðum að beita okkur gagnvart. En hún hefur ekkert með skipulag Reykjavíkur að gera, með þéttingu byggðar að gera, með sjálfbæra landnýtingu að gera, með loftslagsmál að gera, með okkar hugmyndir að gera. Þetta snýst aðra þætti. Ef við ætlum að leysa það sem við þurfum að leysa, þurfum að tala það sem skiptir máli, ekki fara að tala eitthvað allt annað sem hefur ekki ekki í samhengi við orsök og afleiðingu. Við höfum haldið áfram að skipuleggja, við höfum haldið áfram að byggja og við höfum staðið okkur ágætlega í því þó auðvitað megi betur gera og við viljum gera betur og meira. Með okkar stefnu Reykjavík að tryggja ekki einungis þeir efnameiri eigi möguleika á góðu húsnæði, heldur líka vinnandi fólk með meðal og lægri tekjur. Það skiptir miklu máli fyrir fjölskyldur, fyrir atvinnulífið, fyrir heildarstöðuleika samfélagsins til framtíðar. Góðir áheyrendur, ég stolt af þessum ársreikningi, ég stolt af mínum þætti í honum, en fyrst og fremst ég stolt af starfsfólkinu okkar og þakka þeim kærlega fyrir velunnin störf. Þá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fór hér í fyrri umræðu yfir ársreikning bæði A og B hluta en dvaldi nú ekki mikið í B hlutanum þá en ákveð að gefa því gaum í dag hér í seinni umræðu. Það kom fram í máli borgarstjóra og í gögnum okkar allra líka arður frá B hluta
fyrirtækjum og þá það Orkuveitan og Faxaflóahafnir eru 5,7 milljarðar fyrir árið 2024 og veit ég allavega að það sem snýr að Faxaflóahöfnum fyrir árið 2025 verður arðgreiðslan meiri og það vel, af því að það gengur vel. Og ég sammála þeirri stefnu sem hefur verið unnið eftir hér undanfarið að fyrirtæki borgarinnar sem eru þá í eigu borgarinnar, hvort sem það borgin sem á þau ein eða með öðrum, eins og við þekkjum bæði í Orkuveitunni og í Faxaflóahöfnum, að þessi fyrirtæki sem að tryggja innviðauppbyggingu fyrir allt suðvesturhornið. Skulum aldrei gleyma því að Orkuveitan, og svo ég taki sérstaklega Orkuveituna og Faxaflóahafnir, að tryggja innviðauppbyggingu fyrir allt suðvesturhornið. Og mér finnst eðlilegt að fyrirtæki sem gera slíkt, sem í eigu Reykjavíkurborgar, eigi að greiða heilbrigðan arð til eiganda sinna. Og hvað heilbrigður arður? Jú, það fyrirfram ákveðin skref, fyrirfram ákveðin arðgreiðslustefna og fjárfestingaáætlun sem að segja nákvæmlega til það á hverjum tíma hvernig það en setur ekki fyrirtækin á hliðina. Þess vegna segi ég heilbrigðan. Hann á ekki að hafa áhrif á heildarrekstur fyrirtækina. Ársreikningur borgarinnar að hann skuli vera jákvæður alveg sérstakt fagnaðarefni og við sjáum tekjuaukningu, við ræddum það hérna síðast, en það eins og ég kom inn á í mínu máli ennþá fjárhagsleg spenna. Og ég bara segi enn og aftur og vara við að við förum í útgjaldafyllirí eða útgjaldaaukningu, pössum okkur því að við þurfum enn að vera á tánum. En þá langar mig að ræða tekjuaukninguna. Og ég ætla að fá að taka bara undir orð borgarstjóra hérna áðan í andsvari við oddvita Sjálfstæðisflokksins sem auðvitað það gleðiefni. Ef að útsvari hækkar, ef launin að hækka, það bara eðlilega. En það sem mesta gleðiefni í þessu öllu, það það að atvinnustig í borginni hátt og það gott. Það gott að hafa hátt atvinnustig. Hér lítið atvinnuleysi og gleymum ekki hvernig þetta var hérna á tímum heimsfaraldurs þegar að atvinnuleysið hækkaði mjög mikið og það voru strax allar tölur komnar á rautt. Þannig að ég segi bara þökkum atvinnulífinu í borginni fyrir því að við erum hér að sjá hækkun á útsvari. Þá ætla ég að fara aðeins ofan í rekstur Faxaflóahafna. Þar hef ég setið í stjórn undanfarna 7 ár og sem stjórnarformaður síðastliðin 3 ár. Ég ætla nú bara að fara í stuttu máli ofan í það. Eitt af mínum uppáhaldsgögnum sem fylgja yfirleitt ársreikningum eru skýrslur endurskoðenda og ég veit þetta hljóma kannski ekkert mjög skemmtilega en þessar skýrslur eru ótrúlega fróðlegar og ef þið lúslesið þær ekki nú þegar, hvað sem það eru þið hér í borgarstjóri eða kæru áhorfendur, þá segi ég bara gerið það endilega með leyfi forseta, go nuts, af því að þetta eru bestu skýrslurnar til þess að fara og segja okkur hvernig fyrirtækin okkar eða í þessu tilviki Reykjavíkurborg stendur sig þegar að kemur að því að strúktúrafjármálin, hvernig það kemur að því að bregðast við skýringum eða óskum endurskoðenda breytingar. Og það var nú bara þannig að í nokkur ár voru skýrslur endurskoðunarnefndar til Faxaflóahafna bara margt á rauðu og hvers vegna? Það var ekki að því að reksturinn væri í einhverjum járnum á frá, reksturinn hefur verið í góðum fasa undanfarna og það var að því að við vorum ekki komin í nægilega mikla nútengningavæðingu á fjárhagskerfum Faxaflóahafna. Þannig að gríðarlega mikil bragabót hefur verið gerð á þessu síðastliðin 3 ár og það hefur að gera með bókhaldi, það hefur að gera með stafræna umbyltingu í fjárhagskerfunum, það hefur að gera með alla keðjuna sem kemur að samþykktum reikninga og fleiri og fleiri, ég ætla ekki að drepa ykkur alveg úr leiðindum, en þetta er risamálsamt. Af því að þetta og við þetta verða oft skruðningar og erfiðleikar í fyrirtækjum. Og gríðarleg bylting hefur verið unnið í þessum tækni og fjármálatæknimálum undanfarin 3 ár. En reksturinn hjá Faxaflóahöfnum árið 2024 gekk vel. Afkoma ársins var ívið betri en áætlunin gerði ráð fyrir og það var ekki síst sökum vaxtar í þjónustuliðum við skemmtiferðaskip
og þá ekki síst það sem við höfum nú kannski gjarnan rætt hérna og við rættum þegar við fórum yfir stefnu skemmtiferðaskipamóttöku þeirra að skiptifarþegum að fjölga og nú orðið rúmlega helmingur allra farþega sem koma Reykjavíkurhafnirnar eru núna svokallaðir skiptifarþegar. Við erum með í Faxaflóahöfnum jukust tekjurnar og hafa verið að aukast undanfarin ár af skemmtiferðaskipum og orðið núna tæplega 30% af heildartekjum fyrirtækisins eða 26%. Og þetta gríðarlega mikilvæg stoð undir reksturinn. Það hefur líka verið aukning á vöruflutningum. Vöruflutningar þessi inn- og útflutningur á öllu því dóti og mat og hvað og hvað, það sem við njótum hérna á suðvesturhorninu. Og það fór svipað magn í gegnum höfnina en vörugjöld hafa hins vegar hækkað. Síðan höfum við verið í framkvæmdum í nýja farþegaskiptamiðstöð á Skarfabakka og framvindan ennþá í takt við tímaáætlanir og í takt við fjárhagsáætlanir og það má gera ráð fyrir því að þessi bylting verði opnuð fyrir sumarvertíðina 2026. Heildarfjárfestingin bæði í búnaði og öllu á 4 milljarða króna og þá og þið sjáu það að þetta eru gríðarlegar fjárfestingar. Mér langar líka að tala það að við höfum verið að lengja Hafnarbakka á Akraneshöfn sem önnur stærsta fjárfesting Faxaflóahafnar árið 2024 og síðan það landtengingarnar eða orkuskiptin sem hafa gríðarlega áhrif á græna planið, okkar hér í borginni og allar okkar áætlanir. Þær fréttir af því að orkuskiptin á fullri ferð. Það stefnt að því að skemmtiferðaskip við Skarfabakka verði langtengd árið 2027-2028. Þetta risaverkefni sem unnið með veitum. Annað sem verið að vinna með veitum núna tiltölulega ný þjónusta sem við getum kallað nýsköpun inn í Faxaflóahöfnum og það það að selja skemmtiferðaskipum einnig heitt vatn. Og við höfum kynnt þetta til rekstraraðila skemmtiferðaskipanna og þau taka vel í það. En það ekki mörg lönd í heiminum sem geta selt heitt vatn borð á fljótandi skipi sem á stærð við lítið þorp. Árið 2024 einkenndist einnig af vinnu við framtíðarskipulag Sundabakka og Vogabakka, annars vegar það vegna Sundabrautar, en hins vegar það líka vegna úrskurðar samkeppniseftirlitsins vegna verðsamráðs stóru skipafélagana og þá ekki síst tilmæla samkeppniseftirlitsins til Faxaflóahafna annars vegar og hins vegar eigenda Faxaflóahafna og það það að tryggja samkeppni við Hafnarbakka hvað varðar vöruflutninga. Og þetta sannarlega ekki einfalt mál því eins og flest hérna þekkja að þá erum við í dag með 2 stór skipafélög sem eiga sín svæði og ekki mikið pláss fyrir nýja þar. Fyrirtækin okkar í eigu borgarinnar eru gríðarlega mikilvæg fyrir innviðauppbyggingu og borgarþróun og þá stefnu sem við höfum lagt hér undanfarin ár. Við þurfum að hlúa vel að þeim og skilja og ég tek undir með borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að mér finnst þessum fyrirtækjum ekki nægilega mikill gaumur gefinn hérna af okkur í þessum sal. Ég tek hins vegar undir það að A-hlutin alltaf mikilvægur þegar kemur að beinum útgjöldum borgarinnar og beinni þjónustu, en við megum ekki gleyma B-hlutanum. Ég vil hins vegar að lokum segja, stillum ekki upp fjárhagsmarkmiðum gegn þjónustu sem einhver andstæða. Í mínum huga þetta keðja, þetta samfella sem vinnur alltaf saman og verður ekki til án hvors annars. Annars segi ég bara enn og aftur til borgarstjórnar og til alls starfsfólks til hamingju með ansi góðan ársreikning 2024 og ég vona okkur beri gæfa það að ársreikningu fyrir 2025 verði á svipuðum nótum. Takk fyrir. Það borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ég þarf sko að gnæfa yfir. Já, virðulegi forseti og borgarstjórn, ég vil einnig byrja að þakka starfsfólki fyrir vel unnin störf.
og fyrir að vera einkafljót að svara og almennt bara mjög þjónustuðlundi í garð okkar borgarfulltrúanna og bara hjartans þakki fyrir það, svo því sé komið nú úr vegi. En í dag eru miklar skylmingar hvernig ber að túlka þennan ársreikning. Þessi sýning hefur engum breytingum tekið síðasta áratug, borgarfulltrúar minnihlutans varpa ljósi á þær bara fjölmörgu tölur sem að sýna fram á dapurlegt ástand í borgarsjóði, glundroða og ábyrgðarleysi í meðferð sameiginlegs sjóðs íbúa og móti þá lýsa borgarfulltrúar meirihlutans yfir því að rekstur borgarinnar sé nú gott sem lýtarlaus og þetta sé allt eins og það eigi að vera, þeir megi finna aðra verðstadda og svo hefjast svona útskýringar á hinum og þessum sönnunargögnum þess að borgin sé kannski bara svolítið illa rekin og eins og hún hefur verið síðan að Samfylkingin og stoðflokkar hennar tóku við borginni fyrir áratugum síðan. En já, herra minnir og frúr, þetta fastur þáttur í sýningunni að 1 til 2 borgarfulltrúar meirihlutans ásaki sjálfstæðismenn sérstaklega dylgjur eða lygar eða annarlegar hvatir fyrir það eitt að benda á það sem í ólagi í rekstrinum, frekar en að svara því af hverju þetta sé í ólagi. Einnig munum við fá að heyra það hvernig einhver svona smærri sveitafélagana í kringum okkur séu kannski í verri stöðu. Það látið liggja milli hluta að þau sveitafélög séu með mun minni tekjur og mun færri íbúa til þess að standa undir þjónustunni. Og svo náttúrulega þegar allt annað þrýtur, og þetta eitthvað sem við munum örugglega að heyra hérna í dag, að þá mun einhver borgarfulltrúi meirihlutans ásaka borgarfulltrúa minnihlutans að vera að tala niður til starfsfólksins sem að bera auðvitað enga ábyrgð á óstjórninni í Reykjavík, heldur til þess kjörnir fulltrúar meirihlutans. En hvernig sem öllum slíkum æfingum líður stendur sú staðreynd eftir að ef reksturinn væri góður þá væri ekki önnur hver skólabygging myglandi vegna áralangs viðhaldsskorts. Ef reksturinn væri góður þá væri ekki endalaus skortur á leikskólaplásum ár eftir ár, jafnvel þegar börnum á leikskólaaldri fækkar. Ef reksturinn væri góður þá væri hægt að taka á lesturarvandanum í grunnskólanum en í staðinn var skorið niður í bókakaupum. Því ef reksturinn væri góður þá myndi borgin leggja lausa lóðir eins og kuðunginn við Ægisíðu undir leikskóla og samfélagsþjónustu en ekki bara byggja blokk eftir blokk á öllum lausum grasbölum. Og ef reksturinn væri góður þá hefði ekki þurft sérstakar vetrarhandbók til þess að moka götunar þegar það kom snjóþungur vetur. Ef reksturinn væri góður þá væri sorphirðan stöðug og fjall ekki niður vegna lélegra vetrarþjónustu. Og ef reksturinn væri góður þá hefði ekki þurft að stytta opnunartíma sundlauga, hækka gjaldið og byrja að rukka gamla fólkið. Ef reksturinn væri góður þá væri gangsetjarnar heilar. Ef reksturinn væri góður þá væri tré og gras á torgunum en ekki bara hellur af því það eru ódýrari í viðhaldi. Og ef reksturinn væri góður, þá væri borgin sópuð oftar og götunar og gangstéttarnar smúlar mun oftar og leikvellinir þrifnir reglulega yfir árið. Ef reksturinn væri góður, þá væri við ekki með stór aukna gjaldskyldu á bílastæðum án þess að fá neina þjónustu fyrir, en í staðinn borgin að selja bílastæði til þess að reyna að rétta af fjárhæðin. Því ef reksturinn væri góður, hefði borgin ekki þurft að selja eignir til þess að fleyta sér yfir núlið eða samþykkja ómannuskilega uppbyggingu, til dæmis eins og græna gímaldið, til þess eins að fá peningi fyrir byggingaréttin. Þetta ekki stöðugir tekjustofnar, þetta ekki sjálfbært, þetta ekki sterkar undirstöður, þetta rekstur á brauðfrótum. Ef reksturinn væri góður, væri ekki alltaf að vera hækkull möguleg gjöld að koma nýjum gjöldum í fyrsta tækifæri. Verið að skattar, sorphirðan, gjald fyrir það eða gjald fyrir það eitt að þurfa að setja stillans á gangstéttina fyrir framan hjá þér eða ætlar að mála gluggana. Hér hefur verið karpað útreikninga og útsvari, en ef reksturinn væri góður, gæti Reykjavíkurborg lækka útsvarið, líkt og Árborg ætlar til þess að gera núna, eða mörg önnur nágrannasveitarfélög gerðu hér árið þegar fasteignamatið hækkaði skyndilega. Og ef reksturinn væri góður, þyrfti ekki að innheimta hæsta mögulega skatt af íbúum eða til þess að koma reksturinn yfir núllið. Það dugði ekki einu sinni til að hér væri að koma stór auknar tekjur í gegnum útsvarið. Því að við erum bara búin að taka svo mikið að lánum, það búið að skuldsetja borgarsjóð það mikið að borgin skuldar orðið háskalega stóran hluta eigna sinna, eins og eignafjárhlutfallið sýnir. Og ef reksturinn væri góður,
væri borgin ekki að mörkum þess að eiga fyrir afborgunum og með lítið sem ekkert fjárhagslegt svigrúm til að mæta því þegar verðlaunabyggingar eins og Brákaborg reynast skallaðar eða enn ein skólabyggingin myglar. Þá þurfti að leita erlendis eftir lánum og því var ákaft fagnað þegar Þróunarbanki vildi lána borginni, stærsta sveitarfélagi landsins, til að laga skólahúsnæði sitt. Já, ef að reksturinn væri góður þá þyrftum við ekki að fagna lántökum. Og ef reksturinn væri góður, þá væri ekki búið að fjölga hér starfsfólki langt umfram íbúafjölgun ár eftir ár. Staðreyndin sú að reksturinn ekki góður, hann hefur ekki verið það lengi. Hér eru 146.000 íbúar að borga í borgarsjóð að standa baki þjónustunni og það að vera að hrósa sigri ef að skuldarstaðan betri en hjá 5.000 manna sveitarfélagi. Og reksturinn hann ekki góður. Íbúar finna það og þeir sjá það og þeir benda á það reglulega í fréttum, þannig nei, reksturinn hann ekki góður. Og einu sinni þá var fólki oft tíðrætt þetta forskot sem borgin hafði á önnur sveitarfélög. En það væru hér stærstu fyrirtækin, stærstu stofnanirnar, hér væru langflestu íbúðir, vegakerfið og hér eru bara öll tækifærin til þess að ná stærðarhagkvæmni og allt þetta sem við þekkjum og vitum. En þetta orðið alveg öfugt núna. Núna höfuðborgin að heimta höfuðborgarálag. Maður velti bara fyrir sér hvar fór sæmdin, hvert fór sóminn. Ég segi bara, nei, það augljóst að reksturinn ekki góður. Takk fyrir mig. Það borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér ársreikning síðasta árs. Ég ætla að fara nokkrum orðum stóru myndina, megin línurnar og kannski tíðindin í þessum ársreikningi og ávarpar sérstaklega veigamiklar skýringar á þeim mikla viðsnúningi sem við sjáum í tölunum, þar sem afkoma samstæðuna sveiflast heila 14 milljarða frá því að vera rúma 3 milljarða í mínus yfir í að vera tæpir 11 milljarðar í plús. Á mannamáli þá endurspeglar ársreikningurinn prýðilega afkomu, bæði hjá A-hluta borgarsjóðs og B-hluta fyrirtækjunum, en líka afkomu þar sem að miklu munar góða afkomu orkuveitunar en líka afkomu bata hjá Faxaflóahöfnum, Strætó og slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Eins og borgarstjóri fór vel yfir í sinni ræðu við fyrstu umræðu og hér í dag þá var planið sem við samþykktum hér í borgarstjórn 2020 þegar að COVID-faraldurinn skall á að standa vörð grunnreksturinn, ekki ráðast í harða niðurskurð ofan á mjög krefjandi samfélagsaðstæður fyrir starfsfólk okkar og íbúa borgarinnar, heldur vaxa út vandanum en sannarlega sýna aðhald með raunhæfum hagræðingar aðgerðum. Það hefur að vonum tekið nokkur ár og var sennilega krefjandi sérstaklega meðan að vextir og verðbólga voru hér í hæstu hæðum, en nú hefur góðu heilli tekist með samstilltu átaki ríkis, sveitarfélaga þar með tali borgarinnar og aðila vinnumarkaðins að vinda ofan að því til hagsbóta fyrir hagkerfið allt og þar með talið borgarsjóð. Þessi afkomubati í ársreikningnum helgast af aðhaldi í rekstri, markvissri tekjuöflun, ekki síst með rúmlega 3 milljarða króna tekjuaukning af sölu byggingarréttar sem færist undir fjárfestingar, en ekki síður virkri aðkomu borgarinnar að málum í hinu stóra efnahagslega umhverfi þar sem miklu munar árangursríkt samstarf við ríki og aðila vinnumarkaðarins stöðuleika samninga á almennu vinnumarkaði og tímamótasamninga við ríkið leiðréttingu á alvarlegri vanfjármögnun mikilvægra málaflokka sem að færðir voru frá ríki til sveitarfélaga, sérstaklega málaflokki fatlaðs fólks. Kjarasamningar skila lægri vöxtum og verðbólgu og þar með lægri fjármagnskostnaði. Á árinu 2024 tók verðbólga að hjaðna, mældist 5,9% að meðaltali á árinu samanborið 8,8% að meðaltals verðbólgu árið áður. Það hefur meðal annars þau áhrif að fjármagnsgjöldin lækka til muna 3,4 milljarða hvorki meira né minna milli ára sem að skýrist bæði af lægri verðbóta og vaxtagjöldum og hærri vaxtatekjum en hefur líka áhrif á rekstrar útgjöld sviðana. Eins og við þekkjum þá náðust mikilvægir samningar á síðustliðnum 2 árum við ríkið sem að hækkuðu framlög borgarinnar úr jöfnunarsjóði 3,6 milljarða og reyndar hafa framlög borgarinnar úr jöfnunarsjóði hækkað rúmlega 5,3 milljarða á síðastliðnum 2 árum. Það hefur hins vegar ekki aukið skattbyrði íbúanna heldur lækka skatttekjur ríkisins á móti. Þessi bættu fjárhagslegu samskipti við ríki munu reyndar líka hafa jákvæð áhrif á ársreikning
yfirstandandi árs 25 því í tengslu við kjarasamningana í upphafi ársins var gengið frá samningi við ríkið yfirtöku þess á rekstri málaflokksins börn með fjölþættan vanda, auk sterkari aðkomu að rekstri hjúkrunarheimilana. Ég heyri því haldið fram af oddvita Sjálfstæðisflokksins í fyrstu umræðu að veigamikil skýring á bættri afkomu borgarinna væri aukin skattheimta af borgarbúum, en þess vegna áhugavert að í ítarlegri úttekt Viðskiptablaðsins á afkomu 8 stærstu sveitarfélaganna í síðustu viku kemur fram að lítilsháttar hækkun verður á skatttekjum borgarinnar án framlaga jöfnunarsjóðs eða 1%, meðan hlutfallshækkun skatttekna var umtalsvert meiri hjá 6 af 8 stærstu sveitarfélögunum í landinu og fór hæst í 14,6% í Árborg og tæp 9% á Akureyri. Og reynda var það þannig að skatttekjur á hvern íbúa drógu saman í Reykjavík í fyrra 0,6% þrátt fyrir þennan mikla afkomu bata. Forseti, nokkur orð Orkuveituna, ég á sæti í stjórn þar og það mikilvæga fyrirtæki sem borgin á 94% hluti í skilaði nær helmingi betri afkomu í fyrra en árið áður og var hagnaður ársins 9,3 milljarðar króna sem að skila sínu í afkomu bata borgarinnar. Arðgreiðslur Orkuveitunar í fyrra námu 94% af hagnaði síðasta árs en það hlutfall lækkar í ár niður í tæp 70%. Það mun veita meira svigrúm til fjárfestinga en það numu 32 milljónum á síðasta ári sem er aukning 5,8%. Og höfum í huga að fjárfestingar Orkuveitunar eru í grundvallar innviðum samfélagsins sem skila fyrirtækinu og þar með borginni auknum tekjum í framtíðinni. Orkuveitan mjög stöndugt fyrirtæki með eignasafn upp á 590 milljarðar króna og eigið fé sem nemur 265 milljörðum. Eigin fjár hlutfallið mjög hátt, 52,1% sem hærra en að meðaltali hjá þeim fyrirtækjum sem að flokkuð eru undir framúrskarandi fyrirtæki í atvinnulífinu. Afkoman góð en horfurnar líka, ekki síst í kjölfar nýrra samninga við Norðurál sem náðust núna eftir áramótin eftir áralangt þref og togstreitu. Nýju samningarnir munu skila Orkuveitunni milljörðum króna í aukna tekjur á hverju ári en þeir losa líka verulega orku sem hægt að selja öðrum kaupendum á markaðsverði. Þar hef ég lagt áherslu á það í stjórninni að horft verði til aðila sem að uppfylla markmið félagsins sjálfbærni og kolefnishlutleysi og vonandi skilar það jákvæðri niðurstöðu á komandi misserum. Fleiri samningar eru lausir á næstu árum og svo eru gríðarlegir tekjumöguleikar í dótturfélagi Orkuveitunar Carbfix sem vakið hefur heimsathygli fyrir frumkvöðlastarfi í niðurdælingu kolefnis. Þar nú unnið að fjármögnun verkefna samhliða viðræðum við 2 sveitarfélög samstarfarandi niðurdælingaverkefni sem að geta skilað bæði Orkuveitunni og þar með borginni miklum ábata samhliða því að vera stefnumarkandi verkefni í baráttunni við loftslagsbreytingar í heiminum. En þess má geta að Orkuveitan hefur notað Carbfix tæknina í allmörg ár, meir en 10 ár, til þess að draga úr mengun af völdum brennisteinsvetnis við Hellisheiðarvirkjun og hefur verið dælt niður 75.000 tonnum af koldíoxíði frá 2014 sem að ella hefðu farið út í andrumsloftið og það sannarlega framtak sem að hefur jákvæð áhrif á loftgæðin á höfuðborgarsvæðinu. Forseti, ég vil að lokum fara nokkrum orðum afkomu menningar og íþróttasviðs. Menningar og íþróttasviði rekur, eins og við þekkjum, menningarstofnanir og íþróttamannvirki í borginni samhliða því að hlúa grasrótinni í menningu og listum með styrkjum og samningum við hópa og með samningum við fjölmörg íþróttafélög í borginni með sérstakri áherslu á barna- og unglingastarf. Í stuttu máli sagt þá hélt sviðið sig innan fjárheimilda á árinu og skilaði reyndar 7 milljóna króna afgangi. Það ekki lítið verk og tókst með samstiltu átaki stjórnenda og starfsfólks á sviðinu þrátt fyrir áskoranir eins og stóraukin orkukostnað til dæmis á gervigrasvöllum sem að var meira en 76 milljónir yfir áætlun en það mjög merkilegt að á undanförnum 2 árum hefur orkukostnaðurinn hækkað tæplega 70%. Horfurnar á þessu ári eru hins vegar erfiðari en ófjármagnaði kostnaðarliðir eru áætlaðir rétt innan við 500 milljónir króna. Þar stærsti einstaki liðurinn aukin útgjöld vegna betri nýtingar frístundastyrksins upp á 156 milljónir króna og þó að aukin útgjöld séu yfirleitt ekki sérstakt fagnaðarefni þá það sannarlega mikilvægt að fleiri börn og ungmenni eru núna að taka þátt í skipulögu frístundastarfi hvort sem í íþróttum, listnámi eða öðru. Og ég vil segja að það sannarlega hægt að segja og fullyrða að hverri krónu í frístundastyrknum vel varið til að tryggja sem flest börn og ungmenni taki þátt. Við erum í farabróti á heimsvísu þegar kemur að almennri þátttöku barna og ungmenna í skipulögu frístundastarfi. Það hefur heilmikil áhrif jákvæði í forvarnarmálum og við eigum að tryggja að við höldum því forystuhlutverki áfram.
Forseti, að lokum, ég vil eins og aðrir þakka stjórnendum og starfsfólki borgarinnar bæði á og B-hluta fyrir góð störf á liðnu ári, þakka stjórnendum fjármála og áhættustýringarsviðs fyrir framúrskarandi vinnu við stjórn fjármála borgarinnar ásamt okkur í borgarstjórn, þakka félögum mínum hér fyrir gott samstarf og siglu við að sigla í gegnum krefjandi tíma undanfarin ár og þakka sérstaklega stjórnendum og starfsfólki á menningar- og íþróttasviði fyrir að halda sig innan fjárheimilda með öflugri rekstrar og fjármálastjórn. Í hnotskurn afkoman prýðileg og sóknarfærin heilmikil, en það eru líka áskoranir framundan við að láta endan á saman á þessu ári og við þurfum að sýna ábyrgð og aðhald áfram samhliða því að við einbeitum okkur að því að styrkja grunnþjónustuna við borgarbúa og gera borgin okkar að enn betra samfélagi til að búa í. Þá borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hlutverk allra sem hafa rekstur með höndum að tryggja að viðkomandi rekstur sé sjálfbær. Rekstur Reykjavíkurborgar ekki sjálfbær þrátt fyrir hámarksskattheimtu og miklar tekjur. Jafnframt glímir borgin við mikinn skuldavanda. Þetta sýnir nýbirtur ársreikningur borgarinnar fyrir árið 2024. Það hefur verið furðulegt, nánast grátbroslegt að hlusta á hvert fulltrúa meirihlutans koma hingað upp og halda því fram að reksturinn sé góður hjá borginni. Ég hygg að hvergi þar sem þessi ársreikningur væri rýndur, til dæmis í viðskiptafræði á fyrsta ári í háskóla eða bara jafnvel í framhaldsskóla, þar myndu nemendur sem kemist að því að reksturinn væri góður ekki fá háa einkunn fyrir þá túlkun. Það hér tíðrætt hjá borgarfulltrúum meirihlutans að það hefur verið sýnt aðhaldi í rekstri og borgin hafi vaxið út úr vandanum. Þegar maður lítur á þróun tekna og gjalda borgarinnar þá algjörlega augljóst að hér hefur ekki ríkt aðhaldi í rekstri og borgin ekki að vaxa út úr neinum vanda. Skuldirnar vaxa hins vegar hratt og það virðist vera viðhorf hjá meirihlutanum að meðan að borgin fari lán þó á afakjörum sé, þá sé það fagnaðarefni sjálfu sér og þannig líta kannski borgarfulltrúar á að borgin sé að vaxa út úr vandanum með því að láta skuldirnar vaxa. Borgarsjóður var rekið með 4,7 milljarða króna afgangi á síðasta ári en samstæða borgarinnar með 10,7 milljarða króna afgangi. Það auðvitað mjög góð tilbreyting að sjá borgarsjóð skila afgangi eftir margra ára hallarekstur. En þegar maður lítur betur á þetta þá sést að þessi bati verður ekki skýrður með aðhaldi og hagræðingu heldur með miklum óreglulegum tekjum og aukinni skattbyrði borgarbúa. Það var fjallað hér áðan að bara lóðarsalan að skila okkur 5 milljörðum, þannig að án lóðarsölunar sem eru auðvitað óreglulega tekjur, þá hefði ekki orðið afgangur heldur halli á borgarsjóði. Og það er auðvitað ótrúlegt að við sem við fylgst með því hvernig það var rokið til á síðari helmingi síðasta árs og allt gert á full til að selja lóðir eins og bara við Vesturbugt til þess að láta borgarsjóð líta betur út. Það er ótrúlegt að það sé að síðan sagt því sé slengt fram sem dæmi ábyrgan og góðan rekstur að koma borgarsjóði í plús með þeim hætti. Við verðum að skilja að óreglulegar tekjur gera ekki reksturinn sjálfbæran. Ef að lóðarsalan skila okkur 5 milljörðum í fyrra, munum þá skila okkur 5 milljörðum á hverju ári til framtíðar. Ég veit það ekki, en hún ein og sér gerir ekki borgarreksturinn sjálfbæran. Til að sveitarfélag geti staðist fjárhagslega sjálfbært þurfa rekstrartekjur hvers árs að standa undir rekstrargjöldum, vaxtagjöldum og afborgunum langtímalána. Þegar borgarsjóður er skoðaður þá standa skatttekjurnar ásamt framlagi jöfnunarsjóðsins ekki undir þessum gjöldum. Bilið er brúað með eignarsölu og milljarða króna arðgreiðslum frá borgarfyrirtækjum þótt slíkar óreglulegar tekjur hafi komið rekstrinum yfir núll eða þessu sinni ekki hægt að treysta þetta til framtíðar og auðvitað ekki í neinum reikningi og því ekki sjálfbæran rekstur að ræða. Þetta geta allir endurskoðendur sagt okkur. Ef áfram verður gerð há arðgreiðslukrafa til Orkuveitunar hætt við að það komi niður á uppbyggingu og endurnýjun veitukerfa.
Skuldir Orkuveitunar jukust 10% síðasta ári og námu 244 milljörðum krónum áramót. Og það auðvitað með ólíkjendum að stjórnarmaður borgarstjórnar í Orkuveitunni, Skúli Þór Helgason, hann skuli nánast reykja sér af því í pontu að hvað skuldir Orkuveitunar hækka mikið. Það kannski þegar að menn eru ánægðir bara telja sig geta hrósað sjálfum sér að því að auka skuldir borgarfyrirtæki sem svo miklum hætti, þá kannski skýrir á hverju það svona komið fyrir fjármálum borgarinnar. Nú skatttekjur borgarinnar hafa vaxið verulega vegna hækkana útsvar og fasteignasköttum, það ekki hægt að deila það. Skatttekjurnar hækkuðu nánast jafn mikið og afkoma batnaði eða rúmlega 9 milljarða króna. Og greiðslur úr jöfnunarsjóði jukust 27% á milli ára eða tæpa 4 milljarða. Mikil hækkun á fasteignamati hefur líka í för með sér að borgarbúar greiða nú 8 milljörðum krónum meira í fasteignaskatta og lóðarleigu árlega en í upphafi kjörtímabilsins. Mörg sveitarfélög hafa brugðist við þessari hækkun fasteignamatsins með því að lækka álagningarhlutfallið á þegna sína en ekki vinstri meirihlutinn í Reykjavík, hann vill halda sköttum sem hæstum. Nú, þrátt fyrir hávært tala hagræðingu þá hækkaði launakostnaður milli árum 6,5% á borgarsjóði og 6,7% á samstæðunni. Og það auðvitað vel umfram verðbólgu. Annar rekstrarkostnaður hækkaði 9% á borgarsjóði og 8,8% á samstæðunni. Þessar fáu tölur sýna að það er ekki hagræðing. Þegar að kostnaðurinn eykst umfram verðbólgu þá auðvitað ekki hagræðing. Hvort sem litið til borgarreksturs, ríkisrekstrar eða heimilisrekstrar. Nú, ég fjallaði aðeins áðan skuldir samstæðu Reykjavíkurborgar, en þar hækkuðu tæplega 30 milljarða króna á árinu eða 6%. Borgarstjórn hefur þannig skuldsett hvern íbúa sinn tæpar 3,8 milljónir og hverja 4 manna fjölskyldu rúmar 15 milljónir króna. 15 milljónir króna á fjölskyldu, borgarbúar góðir. Útlitið ekki gott því áætlað að skuldir Reykjavíkurborgar haldi áfram að aukast. Samkvæmt fjárhagsáætlun munu þær hækka 33 milljarða króna á árinu 2025 og nema 559 milljörðum króna í árslok hjá samstæðunni. Það dýrt að skulda. Gegndarlaus skuldasöfnun Reykjavíkurborgar hefur leitt til þess að fjármagnsgjöld eru ein helsta stærðin í bókhaldi okkar. Borgin því berskjöldu fyrir verðbólgu og vaxtahækkunum. Háar skuldir og fjármagnsgjöld lenda á endanum á borgarbúum með einum eða öðrum hætti. Fjármagnsgjöld samstæðuna námu 26 milljörðum króna á síðast ári. Sú upphæð hærri en rekstrarframlag borgarinnar á því ári til allra 90 leikskóla borgarinnar, borgarreikina sem sjálfstætt-reikina. Blóðugt að verja svo hárri fjárhæð í vaxtagjöld og verðbætur en þetta ein birtingarmynd hárra og illviðráðanlegra skulda. En ég heyrði ekki betur en borgarfulltrúi ákveðinn áðan, hann hrósaði, hann var mjög ánægður með þessi fjármagnsgjöld. Einar Þorsteinsson fyrrverandi borgarstjóri sýndi ákveðna viðleitni í því skyni að ná tökum á fjármálum borgarinnar eins og kemur fram í þessu reikningi en komst að því hjá fullkjöftu hjá vinstriflokkunum sem virðast ekki hafa áhuga á raunverulegri hagræðingu. Nú, ég fjallaði aðeins A-hluta og B-hluta hér áðan. Ég segi við verðum auðvitað að horfa bæði á A-hluta og B-hluta þegar við áttum okkur á fjármálum borgarinnar. Við umræður ársreikning þá leggja fulltrúar vinstriflokkana gjarnan áherslu á að fjalla bara einblína á A-hlutann, ekki síst þegar að samanburði við fjárhag annarra sveitarfélaga. Slíkur samanburður hins vegar villandi, það þarf að horfa auðvitað á samstæðuna í heild vegna þess að við berum ábyrgð á þessum hratt vaxandi skuldum borgarfyrirtækjanna sem sumir borgarfulltrúar Samfylkingarinnar hreykja sér af. Nú því stundum haldið fram að undir B-hlutanum séu borgarfyrirtæki sem séu fjárhagslega sjálfstæð sem afli sjálftekna og muni þannig sjálfstanda undir lánum sínum. Þess vegna sé eðlilegra að horfa aðalega til A-hluta þegar farið sé við rekstur og skuldastöðu borgarinnar. Með því að einblína á skuldir borgarsjós en horfa markvisst fram hjá vel rúmlega 300 milljarða króna skuldum borgarfyrirtækja auðveldara en ella halda því fram að ekki þurfa að ágjöra skuldastöðunni. Staðreyndin hins vegar sú að fjárhagur borgarsjós og borgarfyrirtækja svo nátengdur að samstæðureikningur Reykjavíkurborgar sýnir raunhæfasta yfirlitið við fjárhag hennar. Borgarsjóður og borgarbúar bera því á endanum ábyrgð á skuldum borgarfyrirtækja og sum þeirra eru rekið með beinum fjárframlögum úr honum. Þegar að skuldir Orkuveitunar aukast til dæmis 20 milljarða milli ára og kannski 5 milljarðar eru teknir að láni til þess að sé hægt að skila arðgreiðslum í borgarsjóð, við sjáum að það er ekki sjálfbær rekstur, en hins vegar má vel vera að Orkuveitan geti borgað þetta á endanum
en þá þarf auðvitað enn að hækka álögur á íbúa í Reykjavík, orkugjöld, og þau eru frekar há fyrir, til dæmis raforkugjöldin. Og við getum líka tekið skuldir félagsbústaða sem hafa hækkað mjög mikið á síðustu árum, eru nú komnir í 86 milljarða. Dettur einhverjum í hug að félagsbústaðir geti sjálfir borgað þessar skuldir eins og ekkert sé. Félagsbústaðir eru ekki fjárhagslega sjálfbærir. Það hefur hver ráðgjafinn á fætur öðrum verið ráðinn til félagsbústaða og þeir hafa allir sagt okkur að við verðum að hækka leiguna til þess að félagið verði sjálfbært. En það hefur verið komið í veg fyrir það í borgarstjórn að félagsbústaðar fái að hækka leiguna og þá verður haldið áfram að hlaða upp skuldum. Þannig að félagsbústaðir get ekki borgað þessar skuldir sínar nema að hækka leiguna og verður það samþykktir í borgarstjórn. Þessu máli er bara með mjög ábyrgðarlausum hætti velt inn í framtíðina. Sama með Orkuveituna. Orkuveitan skuldir hennar eru að komast í 250 milljarða. Orkuveitan mun ekki geta borgað upp þessar skuldir sínar nema að taka það með einhverjum hætti frá borgarbúum. Og dettur einhverjum í hug að Sorpa geti greitt skuldir sínar þó að þær séu ekkert háar með við hitt, 2 milljarðar, eða Strætó án þess að hækka álögur á Reykvíkinga. Það er auðvitað ekki hægt og það er blekking að halda öðru fram borgarfulltrúar og góðir. Við verðum að líta á skuldir og rekstur samstæðunni í samhengi þegar við erum að skoða borgarreksturinn. Það þýðir ekki að stinga höfðunni í sandinn og einblína bara á A-hlutann. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég er komin hér til að ræða aðeins þann árangur sem náðist á síðasta ári og síðustu ár í þeim meirihluta sem ég var hluti af og mun ég fjalla sérstaklega lítillega skóla- og frístundarsvið og Sorpu þar sem ég var formaður stjórnar þangað til núna í apríl. Ég vil byrja á því að þakka þeim sem að störfuðu að þeim árangri sem að við höfum náð kærlega fyrir samstarfið. Mér langar til að taka það fram að við höfum náð árangri hjá skóla og frístund eða náðum árangri hjá skóla og frístund en það var ekki auðvelt og það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þegar við horfum á ársreikning og erum að tala töluleg gögn varðandi ársreikning að þá verðum við samt sem áður að hafa í huga að það skiptir okkur verulega miklu máli að horfa á borgin okkar út frá líðan og þess vegna í rauninni má segja að þegar við fórum í hagræðingar og við lögðum verulega mikið á okkur og ég vil segja það pólitískum fulltrúum til hrós og sérstaklega stjórnendum og starfsmönnum á sviðinu til hrós að það var í rauninni velt við hverjum einasta steini og við veltum fyrir okkur hvernig við gætum náð fram hagræðingu án þess að skerða þjónustu sem var þá grundvallar hugmyndin sem við lögðum af stað með. Því að við erum náttúrulega með viðkvæmustu, við erum með stærsta sviðið en við erum líka með viðkvæmustu þjónustuna að því leyti til að við erum alltaf með þarfir, grundvallar þarfir og uppbyggingarstarf gagnvart börnum á okkar sviði. Nettóútgjöldin sem hefur komið fram drógust saman á sviðinu á síðasta ári og leikskóla líkanið Snorri sem var formlega tekið í notkun í janúar. Á þessu ári var í rauninni og vonast þess að það haldi áfram að ná betur utan rekstur leikskólana. Ég vil taka það fram að í hverju einasta skóla og ég minni aftur á að það eru 150 stofnanir sem að tilheyra skóla og frístund var sest niður með stjórnendum. Fjármálastjóri tók það að setjast niður með stjórnendum til þess að fara betur yfir hvernig getum við haldið utan fjármálin, hvað hægt að gera til að forgangsraða og það var í rauninni sú stefna tekin að leita til allra þeirra aðila sem að eru í daglegu starfi til þess að átta okkur betur á því. En leið og ég þakka fyrir frábært starf við þessa hagræðingu og bara starf almennt sé á sviðinu að þá eru nokkur atriði sem að þarf að leggja áherslu á og ég held að ég muni svona að segja að verði mikilvægt að hafa aðhald á næsta ári og það er náttúrulega fyrst og fremst að samræma á milli sviða og deilda eitt stærsti útgjaldaliðurinn sem að kannski hugsanlega svíður okkur mest vegna þess að
Hann kemur niður á starfsmönnum en hann kemur ekki síst niður bara á börnum og starfseminni og það húsnæðismálin sem að þarf að við þurfum að ná utanum bæði samstarf við eignaskrifstofu og samstarf við USKI til þess að við getum í rauninni farið í skynsamlega uppbyggingu á því sviði. Síðan náttúrulega verðum við að horfast í augu við það að veikindahlutfallið er gríðarlega hátt og kostar okkur alveg svakalegar upphæðir. Heildarveikindahlutfallið á grunnskólanum var 7,4% á síðasta ári og þetta eru bara eingöngu fulltrúar í kennarasambandinu eða KÍ en heildarveikindahlutfall leikskólana var 9,2%. Þetta er gríðarlegir fjármunir sem liggja þarna og því vil ég leggja áherslu á það að við höldum fast utanum að reyna að finna leiðir til þess að vinna gegn þessu eða að finna leiðir. Ég lít að snúa mér á Sorpu og fjalla um það. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur hér ítrekað beðið aukna umfjöllun B-hlutafélögin og ég er stolt af því að segja frá því að við höfum náð gríðarlega miklum árangri hjá Sorpu og þar hef ég líka átt frábært samstarf við stjórnendur og stjórn Sorpu. Í lok ársins 2023 sammæltust eigendur Sorpu víðtækar breytingar á rekstrinum. Þær fóru þessi grundvallarbreytingu á meðhöndlun úrgangs á Íslandi. Með þeim var ákveðið að Sorpa skyldi ekki lengur urða lífrænan úrgang á urðunarstað sínum í Álfsnesi og að urðun á blönduðum úrgangi í Böggum skyldi hætt. Í breytingunum fólst mikil áhætta þar sem urðun hefur áratugaskeið verið hryggjarstykki í rekstrinum og með umfangsmikilli undirbúningsvinnu sem við settum af stað má segja hafi staðið allt frá árinu 2020 þannig að við tókum við þeirri stefnumótun tókst að hverfa frá urðun með svo afgerandi hætti að leita þar langt aftur í sögunni til að finna annan eins árangur á sviði umhverfis- og úrgangsmála. Urðun á lífrænum úrgangi var alfarið hætt sem var mögulegt með tilkomu sérstakra söfnunar á matarleifum við heimili eins og því hafið orðið, náttúrulega við öll höfum orðið vör við og gæju. Og urðun á blönduðum úrgangi stöðvaðist nær alfarið í lok ársins 2023 blandaður úrgangur en í stað þess er nú sendur til orkuvinnslu í Svíþjóð þar sem hann er nýttur til húshitunar og rafmagnsframleiðslu. Breytingin skilaði sér í 90% samdrætti í urðun hjá Sorpu, færslu á 20.000 tonna af úrgangi úr urðun í ýmis endurvinnslu eða nýtingu, með tilheyrandi samdrætti í losun gróðurhúslofttegunda. Með breyttu hlutverki urðunarstaða Sorpu í Álfsnesi var því ákveðið að sameina rekstur urðunarstaðsins og móttöku og flokkunarstöðvar fór Sorpu í Gufunesi í nýtt svið innan Sorpu, svið móttökunar og flokkunar. Breytingar á urðunarstaðnum hefur einnig í för með sér verulega breytingar á vinnu starfsfólks í áðurnefndum móttöku og flokkunarstöð og í stað þess að vinna matarleifar úr blönduðum úrgangi sem hætt var í október 2023 er matarleifum nú hlaðið í Gufunesi á leið þeirra í Álfsnes. Á síðasta ári var einnig fyrsta ári sem Gaia vann eingöngu úr sérsöfnuðum matarleifum. Með tilkomu sérsöfnunar hefur Gaia nú unnið nothæfu moltu úr matarleifum sem var stimplað að þar til bærum yfirvöldum notagildi og ágæti á vormánuðum í fyrra en þá fengu allir hérna á höfuðborgarsvæðinu boðum það að fá moltu frá okkur ókeypis. Þannig að árið 2024 var líka fyrsta heila starfs á góða hirðisins í nýju húsnæði við Köllunar Klettsveg 1. Ég hef alltaf verið með að segja þetta langa vegaheiti og ef þið hafi ekki farið þangað þá hvet ég ykkur til að gera það en þar hefur einnig gengið mjög vel og er nú sérstaklega verið. Rekstur og skipulag endurvinnslustöðvarinnar tók einnig breytingunum á árinu og ég vona að þið hafi tekið eftir því. Við í lok sumars runnu endurvinnslustöðvarnar saman við samskiptasvið og mynda nú í sameiningu nýtt svið þjónustu og samskipti. Á sviðinu er haldið utan alla snertifleti Sorpu við íbúa á höfuðborgarsvæðinu, hvort sem að þeir sækja þjónustu Sorpu og endurvinnslustöðvar, grenndarstöðvar og vef Sorpu í þjónustu verið að sækja fræðslu og aðrar upplýsingar flokkun, úrgangsforvarnir og fleira. Og við erum sérstaklega stolt af því að árangur Sorpu á sviði fræðslu og kynningar sést í því að rúmlega 5.000 manns nýttu sér ýmiss konar fræðslu eða viðburði á vegum Sorpu á síðasta ári. Þannig að við höfum líka verið að leggja áherslu á það að rekstur grenndarstöðvanna breytist og sérstaklega átak var sett af stað til þess að gera þær snyrtilegar og aðgengilegar. Eins og sést á þessari stuttu samantekt þá hafa vindar breytingar
blásið og við teljum sem að komum að þessu starfi og settum að stað stefnumótun að við höfum verið að uppskera og starfsfólk og stjórnendur eiga þar mikið hrós skilið. Það birtist meðal annars á því, þessi uppskera birtist meðal annars í því að Sorpa fékk á síðasta ári verðlaun í þrígang, fyrst með kuðungnum sem umhverfisviðurkenningu umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins fyrir framúrskarandi starf af umhverfismálum, í annan stað með veitingu 2 lúðra, íslensku auglýsingaverðlaunin og loks teningnum sem viðurkenning Verkfræðingafélag Íslands fyrir innleiðingu og samræmdu flokkunarkerfi. Reksturinn og skipulag hefur gengið vel og á heildina litið má sjá að Sorpa hefur í rauninni farið í gegnum endurskipulag á síðustu árum sem að ég kann bestu þakkir fyrir þá sem að hafi staðið að því. Að því sögðu þá vonast ég til þess að áfram verði haldið áfram að velta við steinum og að við gerum það með líðan í huga vegna þess að borgin, það skiptir okkur mestu máli að okkur líði vel í borg sem að hugar að líðan og heilbrigði og lýðheilsu þegna sinna. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við rýnum nú í ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024. Þó að á yfirborðinu birtist mynd af jákvæðri niðurstöðu, þá dugir ekki að dást að yfirborðinu einu saman, þegar kemur að fjármálum borgarinnar. Sú niðurstaða byggir ekki á umbótum eða hagræðingu, heldur fyrst og fremst á aukinni skattheimtu. Það eru einkum hækkanir á útsvari og fasteignasköttum sem fegra niðurstöðuna. Tekjur aðalsjóðs af aukinni skattheimtu jukust 9.446 milljónir króna á árinu, fóru úr 135 milljörðum króna árið 2023 í 144 milljarða króna árið 2024. Forseti, 6 dögum fyrir jól 2023 færði Dagur B. Eggertsson, þáverandi borgarstjóri, borgarbúum þessa dýru jólagjöf hækkun álagningarhlutfalls útsvars úr 14,74% í 14,97%. Nú birtist þessi ákvörðun svart á hvítu í ársreikningnum. Jólagjöfin orðin að reikningi sem borgarbúar greiða. Það þessi aukna skattheimta á heimili og fyrirtæki sem heldur fjármálum borgarinnar á floti, ekki ábyrg fjármálastjórn eða hagræðing í rekstri. Forseti, það svo hitt sem fegra niðurstöðu ársreikningsins, það eru arðgreiðslurnar. Eins og fram kemur í ársreikningnum hefur borgin tekið út 5,7 milljarða króna í arð frá sínum eigin innviðafyrirtækjum, Orkuveitu Reykjavíkur og Faxaflóahöfn. Í þeim efnum til dæmis rétt að spyrja hvort það sé ábyrg ákvörðun þegar þessi fyrirtæki standa frammi fyrir mikilli fjárfestingarþörf til að tryggja framtíðaröryggi í orkumálum og hafnarekstri. Svarið einfalt, nei. Borgin á ekki að fjármagna rekstur sinn með því að veikja fjárfestingargetu þeirra sem bera ábyrgð á að halda grunninnviðum borgarinnar gangandi. Bæði Orkuveita Reykjavíkur og Faxaflóahafnir þurfa að fara í verulegar fjárfestingar til að tryggja viðhald, uppbyggingu og sjálfbæran rekstur til framtíðar. Það á ábyrgð okkar borgarfulltrúa að tryggja þessum fyrirtækjum nægt svigrúm til að mæta framtíðar áskorunum. Að taka út arð á þessum tímapunkti ekki ábyrgt og gert í þeim eina tilgangi að fegra ársreikning borgarinnar. Forseti, ársreikningur sýnir jafnframt að nýjar skuldbindingar samstæðunnar héldu áfram að aukast á árinu. Samkvæmt ársreikningnum juku skuldir samstæðu borgarinnar það bil 30 milljarða króna á árinu og eru nú komnar í 525 milljarða. Og þær fara vaxandi.
Þá má einnig benda á að þrátt fyrir að skuldahlutfall A og B hluta án orkuveitunar án OR hafi lækkað úr 110% í 104% heldur skuldasöfnun áfram og ekkert bendir til þess að stefnubreytingu sé að vænta í þeim efnum. Það eru skattgreiðendur í Reykjavík sem bera þessa byrði, ekki aðeins í dag, heldur til framtíðar. Við sjálfstæðismenn spyrjum okkur að því hvort þessi skuldaaukning sé raunverulega ásættanleg þegar borgarbúar upplifa grunnþjónustu á ýmsum sviðum og aukna skattheimtu ár hvert. Við teljum svo ekki vera. Forseti, á meðan fjármál borgarinnar eru kynnt sem árangurssaga, blasir annað við þegar litið er til þjónustunar. Leikskólamálin eru skýrt dæmi. Nú, samkvæmt upplýsingum frá því í mars á þessu ári, bíða 613 börn frá 12 til 17 mánaða aldri eftir leikskólaplássi í borgarreknum leikskólum. Þrátt fyrir loforð annað. Þessar tölur tala sínu máli. Þrátt fyrir fögur fyrirheit úrbætur er staðan enn sú að hundruð barna og fjölskyldna þeirra búa við óvissu og bið eftir grunnþjónustu sem á að vera sjálfsögð í velferðarsamfélagi. Við sjálfstæðismenn spyrjum því hvort þetta sé virkilega þjónustan sem borgarbúar eiga að sætta sig við. Þegar skattheimta borgarinnar hefur aldrei verið hærri. Við segjum nei. Borgarbúar, foreldrar og börn eiga betra skilið. Forseti, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum í þessari umræðu farið yfir fjárhag og þjónustu borgarinnar. Við höfum sýnt fram á að þrátt fyrir að ársreikningurinn sé kynntur sem árangurssaga, þá sýnir hann í raun áframhaldandi skuldasöfnun, ranga forgangsröðun sem byggir á skammtíma hugsun. Við höfum bent á hvernig borgin fjármagnar rekstur sinn með því að taka arð úr innviðafyrirtækjum sem þurfa sjálf að standa undir mikilvægustu fjárfestingum borgarinnar til framtíðar. Við höfum sýnt fram á hvernig skuldir halda áfram að vaxa á kostnað skattgreiðenda og framtíðar kynslóða. Og við höfum dregið fram hvernig grunnþjónusta eins og leikskólamál eru látin sitja á hakanum, þrátt fyrir aukna skattheimtu og hástemd loforð. Forseti, það sem borgarbúar þurfa nú er borg sem setur þjónustu í forgang, leggur grunn að sjálfbærum rekstri til framtíðar og ber virðingu fyrir skattfé borgarbúa. Við sjálfstæðismenn höfum boðað þær breytingar. Við viljum sjá borg sem er rekin af ábyrgð og festu, borg þar sem fjármuni nýtast til að bæta lífsgæði borgarbúa, ekki til að fóðra sýndar árangur. Við viljum borg sem byggir á ábyrgð og fjárhagslegri sjálfbærni, borg sem hlustar á íbúa, nýtir hugvit og krafta þeirra sem hér búa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við sjálfstæðismenn skorum á meirihlutann að hætta að fegra niðurstöðuna með aukinni skattheimtu og taka raunverulega ábyrgð á fjármálum og þjónustu borgarinnar. Borgarbúar eiga það skilið. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Veitir þá fyrst andsvar borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef nú reyndar ansi margt við ræðu borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að athuga, en ég skora á Sjálfstæðisflokkinn að hætta að tala niður Reykjavíkurborg og slá ryki í augu fólk sem býr hér í borginni með röngum upplýsingum. Mig langar að nefna það þar sem að Dagur B. Eggertsson er ekki lengur í borgarstjórn og borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir tók fram að hann hefði komið sérstaka jólagjöf hingað til borgarstjórnar í lok árs 2023. Með leyfi forseta er hér tilkynning á stjórnarráðinu sem segir samkomulag undirritað milli ríkis og sveitarfélaga breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk. Það var reyndar þannig að það var ég sem undirritaði þá yfirlýsingu ásamt fjármálaráðherra, þáverandi Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur sem er vissulega í Sjálfstæðisflokknum eftir því sem ég best veit. Hún fagnaði þessu mikið og sagði það mikilvægt að það hefði
að það hefði átt í brattan að sækja, með leyfi forseta, í rekstrinum en hingað komi auki fé til sveitarfélagana með hækkuðu útsvari. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Álagningar hlutfalls útsvars tekið árið 2024. Þetta til í gögnum Reykjavíkurborgar og í hver borgarstjóran til að kynna sér það. Þannig að þetta var undirritað af þáverandi borgarstjóra Degi B. Eggertssyni. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það auðvitað þannig að þegar að tillögur eru lagðar fram í borgarstjórn þá eru það ekki frá ríkisstjórn, heldur almennt eru það starfsfólk borgarinnar, sviðsstjórar eða borgarstjóri sem vissulega framkvæmdastjóri borgarinnar hverju sinni. Það var gert samkomulag í málaflokki fatlaðs fólks að hækka útsvarið, þó ekki þannig að það væri verið að hækka skattbyrði eða hlutfall þess sem að íbúar borga til hins opinbera, heldur við að vera að færa á milli. Og þannig ég fá að lesa með leyfi forseta þar sem að Þórdís Kolbrún sagði, þá segir hún hér: fjárhagsrammi málaflokks fatlaðs fólks styrkist verulega með samkomulaginu. Það felur í sig að ríkið hefur þá veitt í hátt í 12 milljörðum króna til eflingar málaflokksins frá árinu 2022, þar sem að fyrra samkomulagið var gert. Það er ánægjulegt að loks fáist þessi niðurstaða milli ríkis og sveitarfélaga í þessum meginþættu málaflokki og borgarstjóri þáverandi einfaldlega fylgdi eftir þessu samkomulagi ríkis og sveitarfélaga alveg eins og hann hafi gert árið áður og hækkaði einnig útsvarsprósentuna þar til að standa straum af rekstri þessa mikilvæga málaflokks. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér borgarstjórinn augljóslega að reyna að vera með smjörklípu til þess að þurfi ekki að gangast við því að borgarstjórinn í Reykjavík lagði til þessa hækkun, þetta álagningar hlutfall árið 2023 og það var jólagjöf borgarstjórans til Reykvíkinga. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Veitir þá ansvar borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, talandi skattheimtu og talandi hvað borgarbúar eiga skilið, þeir eiga betra skilið en þennan málflutning. Ég gerir mig grein fyrir að það er ár til kosninga og Sjálfstæðisflokkurinn komin á eitthvað nýttlátt plan þegar kemur að því að leyfa öðrum ekki öðrum að njóta sannmælis en borgarfulltrúum væntanlega fullljóst eins og fjallar hefur að hækkun útsvars sneri að samningi við ríkið að það kæmi betur að fjármögnun verkefni sveitarfélaga og þess vegna hækkaði útsvar á móti lækkun í skattgreiðslum til ríkisins. Þannig að engar breytingar urðu gagnvart útsvarsgreiðendum og þau greiddu þó ekki meira, heldur var þetta einungis útfærsla á tilfærslu fjármuna frá ríki til sveitarfélaga og segja að þetta hafi verið einhver jólagjöf til skattgreiðenda og láta eins og við höfum verið að hækka skatta bara að bera falsvitni og þetta eru dylgjur og rángindi og borgarbúar eiga sannarlega betra skilið en svona ósvífin málflutning og lýðræðið á það sömuleiðis. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tel að skyldu mína að upplýsa borgarbúa hvernig í pottin búið. Hér tala staðreyndirnar sínu máli en hins vegar kýs meiri hlutinn að reyna að fela og hilma yfir sínar gjörðir. Þetta eru staðreyndirnar og þær tala sínu máli. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, að tala eitthvað sem staðreyndir sem eru frekar eitthvað sem í ættu að vera lygar ótrúlegt. Forseti, ég í sjokki yfir því að borgarfulltrúanum sem ætti að vera fullljóst að það sem hann að halda fram sem að hafi verið skattahækkun, hrein skattahækkun og það hafi ekki verið nein lækkun á móti og þetta hafi verið algjörlega okkar ábyrgð og við séum bara búin að gera einhverja hræðilega hluti, að það sé staðan og það sé staðreyndin, það er bara einfaldlega rangt. Það er rangt. Það er að slá ryki í augu skattgreiðenda, í augu kjósenda. Bara mér blöskrar þetta hreinlega og ég bara hissa og mér finnst að borgarfulltrúin að nota tækifæri til þess að sýna
hann sjái að sér. Þetta bara ekki í lagi. Þóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að þessi aðrir hér í þessum sal sem að slá ryki í augu borgarbúa og það ekki bara í þessu máli, heldur fjölmörgum öðrum málum eins og borgarbúum orðið vel kunnugt Ég hvet borgarbúa til þess að lesa bréfið sem dagsett í Reykjavík 18. desember 2023 og borgarstjórinn í Reykjavík, þáverandi Dagur Bjarkinsson ritar undir, þar sem að álagningar hlutfall útvarps tekið árið 2024 var hækkað og útsvarið hér í hæstu hæðum. Ætlar borgarfulltrúinn að neita því að hér skattbyrði einna mest á landinu? Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ekki hefð fyrir því að bera fram spurningar þegar að andsvörum borgarfulltrúa lokið. En þá telst andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, áður en ég fer í ræðuna mína ætla ég bara að árétta að álagningarhlutfall útsvars var vissulega hækkað árið 2024 en tekjuskattur var lækkaður á móti. Þetta var ákvörðun ríkisstjórnarinnar og þetta var leið þáverandi ríkisstjórnar til þess að koma til móts við kostnað sveitarfélaga vegna þjónustu við fólk með fötlun. Og sú þjónusta hafði verið undirfjármögnuð og það raunar ennþá. Þetta var ekki einhver einhliða ákvörðun sveitarfélagana, þetta leiddi ekki af sér aukna skattbyrði á íbúa. Þetta var flutningur á tekjum frá ríki til sveitarfélaga og ég bara fordæmi það að borgarfulltrúar hér skuli reyna að halda öðru fram með að slá ryki í augu kjósenda. Þetta var flutningur, þetta var ákvörðun ríkisins til þess að koma til móts við sveitarfélögin vegna þess að þjónusta sem hafði verið flutt til þeirra var dýrari en gert hafði verið ráð fyrir og var rekin í tapi og það enn. Áður en ég fer í almenna ræðu þá ætla ég að segja nokkur orð reksturinn á þjónustu- og nýsköpunarsviði árið 2024. Almennt séð rekstrarniðurstaðan þar góð að undanskildum rekstrarlið sem heitir upplýsingatækni þjónusta. Það ekki vegna þess að upplýsingatækni þjónustan hafi verið illa rekin. Rekstur hennar fór fram úr áætlun 25,1% sem eru 539 milljónir umfram fjárheimildir ársins. Þar af var innri leiga eignasjóðs 177 milljónir. Rekstrakostnaður jókst töluvert á þessum tíma vegna samninga við úthýsingar á net- og kerfisrekstri sem eru bundnir við vísitöluhækkanir ásamt því að kostnaður vegna vettvangsþjónustu og tækniþjónustu hækkaði með aukinni þjónustuþörf. Þessi kostnaðaraukning var ekki fjármögnuð, það var farið í ýmsar aðgerðir á sviðinu til að reyna að bregðast við þessu og meðal annars með því að spara annar staðar. En þetta þjónusta, þetta rekstur sem verður að framkvæma. Þetta bara rekstur þeirra kerfa sem við þurfum að halda utanum bara til þess að halda utanum vinnslu kerfa borgarinnar og þetta miklu stærri liður en aðrir rekstrarliðir á sviðinu þannig að það var aldrei mögulegt að ná utanum þessa aukningu með tiltekt annar staðar á sama sviði. Við höfum núna verið að endurskoða rekstrarlíkan sviðsins og það gert ráð fyrir að það sé til notkunar á yfirstandandi fjárhagsári. Vonandi bara mun það verða til þess að þetta verði aðeins skýrara í framhaldinu hver kostnaður lendir, hann sé rétt útreiknaður, gerum ráð fyrir réttum upphæðum og réttum stöðum, bæði þannig að áætlanir okkar séu skýrar og til þess að við sjáum skýrt hvar verður sparnaður eða hagræði þegar eitthvað gengur vel. Nýtt rekstrarlíkan á að tryggja það. En ég vil þakka þjónustu- og nýsköpunarsviði, sviðsstjóra og starfsfólki fyrir bara alveg ótrúlega öfluga og eljusama vinnu við að innleiða miklar þjónustubreytingar í öllu borgarkerfinu til hagsbóta fyrir borgina sem rekstrarreiningu og fyrir borgarbúa. Ég vil líka þakka þeim fyrir hvað þau eru sveigjanleg, hvað þau hafa brugðist vel við breyttum aðstæðum, fjárfestingarátaki og svo að því átaki ljúki, COVID og svo að COVID líði hjá, nýju rekstrarlíkani og bara alls konar tilfallandi erfiðleikum sem komið hafa í innleiðingu og breytingarstjórn. Og við erum bara sannarlega heppin að eiga svona öflugan hóp sérfræðinga með góða framtíðarsýn sem vinnur fyrir okkur. En nú ætla ég aðeins að færa mig að stóru myndinni aftur. Og ég ætla að nota þetta tækifæri til að árétta hvað það mikilvægt að við höldum áfram á þessari braut.
Við erum að vinna í samræmi við 5 ára áætlun sem lagt var upp með árið 2020 sem hluti af græna planinu. Það plan fólst í því að bregðast við COVID-ástandinu af krafti og vaxa út úr vandanum og draga frekar saman seglin þegar faraldurinn væri liðinn hjá. Sú áætlun gengur eftir. Hún gengur betur en á horfðist og eins og gildir aðrar áætlanir sem eru að virka, þá mikilvægt að halda áfram að vinna samkvæmt henni. Við höfum lagt áherslu á fjárfestingu í húsnæði fyrir grunnþjónustu, viðhaldsátak fyrir skólahúsnæði, uppbyggingu leikskólarýma, bætta velferðarþjónustu fyrir þau sem eru verst sett og fjárfestingu í innviðum borgarinnar sem sparar okkur kostnað til framtíðar og gerir okkur kleift að nýta svigrúmið okkar betur. Það er mikilvægt að veita góða þjónustu. Það er nefnilega ekki bara nauðsynlegt að ná niður hallanum og uppfylla okkar hagrænu viðmið. Það er ekki okkar eina markmið. Við viljum veita góða þjónustu, við viljum nýta tíma og fjármagn vel, við viljum byggja upp borg sem er gott að búa í, við viljum halda í þekkingu og reynslu og viðhalda góðum og öflugum anda hjá starfsfólki. Eins og ég fór í stuttlega fyrir viku, þá hefði það ekki verið neitt sérstaklega flókið í sjálfu sér að spara meira árið 2024. Það hefði bara verið hrikalegt. Það hefði haft alvarlegar afleiðingar. Það hefði kostað verri þjónustu, minni uppbyggingu, það hefði leitt vandamálum að grassera sem hefðu vaxið og búið til meiri kostnað síðar. Þess vegna nýttum við það svigrúm sem við höfum, meðal annars af óreglulegum liðum, til þess að gangi ekki lengra en við þurfum til þess að halda áætlun og til að skila góðum rekstri. Það er ekki vegna þess að án óreglulegu liðana hefðu við ekki náð markmiðinu. Það er ekki bara að þeir hafi dottið af himnum ofan og bjargað okkur frá því að vera í mínus. Þessi liðir gerðu okkur kleift að takmarka skaðann og sleppa því að fara í sársaukafulla skerðingu á þjónustu. Það var ákvörðun. Það er hér ákveðin hugmyndafræðilegur ágreiningur milli okkar og Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn vill nýta það svigrúm sem er til staðar til að lækka álögur á íbúa. Við viljum nýta það svigrúm sem við höfum til að bæta þjónustu, bæta innviði og ráðast í samfélagsleg verkefni til að bæta lífið í borginni. Það er ekkert í sjálfu sér rangt við það að vera ósammála um þetta, en það er rangt að halda því fram að þetta sé til marks að borgin sé illa rekin vegna þess að við viljum nýta svigrúmið okkar frekar til þess að viðhalda góðri þjónustu en að lækka álögur. Við erum samt að stunda ábyrgan rekstur. Við erum að ná markmiðum okkar að vinda ofan af COVID-viðbragðinu. Við erum að halda stefnu að ná að uppfylla fjárhagsleg viðmið. Við erum bara ekki að ganga lengra en við þurfum til þess að geta þar að auki lækkað útsvar eins og Sjálfstæðisflokkurinn vill. Við erum bara ósammála um þetta og það má. Það er líka bara ágætt að kjósendur hafi skýr skilaboð og skýran mun á yfirlýstri afstöðu flokkana. Viltu ábyrgan rekstur en að það svigrúm sem er til staðar fari í þjónustu og samfélagsleg verkefni eða viltu að svigrúmið fari að lækka útsvar og fasteignagjöld? Viltu úthlutanir í uppbyggingu til óhagnaðardrifinna leigufélaga eða viltu að öll uppbygging sé á forsendum markaðarins? Það má bara alveg vera ósammála um það. Það er allt í lagi að fólk sé það og kjósi eftir því. Það er ekkert óheiðilegt við það er ekkert svindl, það er heldur ekki til marks heimsku eða vondan rekstur að gera ekki það sem að Sjálfstæðisflokkurinn óskar sér helst. Við erum bara ekki með sömu áherslur. Það má. Það er lífseig mýta í nútímanum og sérstaklega í vissum hópum að það sé einhver óhóflegur fjöldi fólk sem sé bara hægt að segja upp eins og ekkert sé á þess að hafa neikvæð áhrif, sérstaklega hjá hinu opinbera. Þetta er mikill misskilningur og byggist væntanlega á því sem að kallast Dunning-Kruger-hrifin, sem er að fólk vanmetur hvað það er mikið sem það veit ekki hluti sem það þekkir illa og ofmetur það sem það þó veit. Venjuleg manneskja sem vinnur ekki þessi störf veit kannski ekkert sérstaklega vel hvað felst í starfi lögfræðings eða forritara eða verkefnastjóra eða bókhaldara. Alveg svo venjuleg manneskja sem vinnur ekki það starf þekkir ekki vel hvað felst í starfi pípara eða leikskólastjóra. Við kannski höldum að við þekkjum þau störf af því að við fáum stundum pípara heim til okkar og af því að við hittum leikskólastjóran þegar við sækjum börn á leikskólan kannski, en við þekkjum þessi störf ekkert rosalega vel ef við höfum ekki unnið þar. Og það að nýta starfsfólk og þekkingu vel er alltaf áskorun. Við viljum bæta til þess innviði og skipulag og ferla, en þetta er ekkert einfalt. Það eru engir þúsundir þarna sem að væri bara hægt að segja upp á þess að það myndi koma niður á þjónustu eða bara kerfinu í borginni. Og afgreiðslu mála og utanumhald. Og við sjáum það bara á því hvaða áhrif það hefur á afgreiðslutíma þegar fólk sem vinnur í málum fækkar, eða hvað áhrif veikindi stakra starfsmanna hafa á bara vinnurhraða. Það er erfiðar átt að sjá þessu þegar samhengi er stór kerfi sem við þekkjum ekki vel. Og ég viðurkenni, ég þekkti þetta ekki sérstaklega vel áður en ég fór að starfa sem kjörinn fulltrúi.
En ég að minnsta kosti meðvitaður það sem ég veit ekki. Þetta orðið að þekktri óþekktri stærð sem skárra en óþekkt stærð, svo ég leyfi mér að nota orðalag sem að NASA hefur notað. Ég ætla bara að biðja að fá að fara aftur á mælendaskrá. Sko, ég vil ekki vera eins og Donald Trump eða Elon Musk sem að sjá stóra tölu, til dæmis flugumferðarstjóra og öryggissérfræðinga og reka fólki í hrönnum og fatta svo seinna að þetta fólk var raunverulega að gera hluti sem skiptu máli. Ég vil ekki upplifa þessi þeir lendi sem var að flugslysum snar fjölgaði skyndilega við breytinguna, svo lítið dæmi lélega stjórnvisku þeirra bakkabræðra sé nefnt. Það væri nefnilega rosalega auðvelt að spara ef þetta væri ekki svona, eða ef manni væri bara alveg sama. Ég vil að fólki líði vel að vinna hjá okkur, ég vil að fólk upplifi ekki að störfin sín hangi á bláþræði eftir pólitískum vindum og hendisemi. Ég vil að við eigum góðan mannauð og þekkingu og ég vil að þegar við erum að ráða þá líti fólk á borgina sem góðan vinnustað. Ég vil einblína á betri innviði, sérstaklega stafræna innviði og þess vegna vil ég einblína á betra skipulag, betri nýtingu fjármuna og betri nýtingu á tíma. Til þess að við getum gert það sem við viljum með sem minnstum viðbótar tilkostnaði. Það blanda því að veita góða þjónustu, bæta innviði og skila góðum rekstri flókin kúnst. Það hefur tekist vel að fylgja áætlun og við þurfum að gera það áfram. Meirihluti Pírata, Samfylkingar, Viðreisnar og VG skildi þetta 2020, meirihluti Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar skildi þetta 2022 og meirihluti Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks fólksins og VG skilur þetta núna. Við skiljum mikilvægi þess og við ætlum að halda áfram á þessari braut. Takk öll sem hafa komið að þessu með okkur, takk pólitík, starfsfólk og íbúar. Nú bara að halda ótröð áfram. Ég slapp með þetta, þarf ekki aftur. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, verður lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sabín Lefskov, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, stundum ræðum við hér smádreiðin og stundum stóra samhengið. Ásreikningurinn bæði, þarf bæði. Ráfniskostnaður í mötunum skiptir máli en jú, líka græna planið, þá meira að segja heimsfaraldurinn skiptir ekki málið. Ekki nóg komið að kenna COVID allt, segja sumir. Eins og fólk var orðin þreytt að heyra hrun þegar við tölum alltaf viðhaldsskuld á byggingum í borginni, en samhengi skiptir ennþá málið. Bara nú fyrir skömmu heyri ég til dæmis skólafólk tala félagslega afleiðingar hjá börnum sem byrjuðu skólagöngu sín í heimsfaraldrinum og urðu að mikilvægum tímamótum til tengslamyndun sem hefur meira að segja áhrif á allt taugakerfið. Þannig við erum þurfum að vinna og takast á við því núna og gerum það í fyrra. En það sem við erum að skoða hér í samhengi þessi nálgun á bakvið 5 ára áætlun eða græna plani sem allir flokkar á sínum tíma stóðu saman og þessi nálgun hefur reynst farsælt og við sjáum hana í ásreikningi borgarinnar núna. Stóra ákvörðun var aftur oft nota orðalag en nákvæmlega þetta var gert að vaxa á vandanum, ekki segja upp fólki, fjárfesta mikið til að byrja með þó, það dró vissulega aðeins úr upp á síðkastið. Og við höfum náð betur grunnrekstur fyrr en við héldum. Græna planið gerir ráð fyrir þennan viðsnúning svo sannarlega árið 2024 en ekki í þessu umfangi. En rekstrarniðurstaðan eins og hefur komið fram hér var jákvæð 4,7 milljarðar króna sem var miklu betra en áætlað var fyrir sem áætlun var sem sagt 650 milljónir króna. En það hefur verið rætt hér ítarlega þannig ég ætla ekki að endurtaka þetta alls saman. Ætla samt aftur að benda eins og fleiri hér að það skiptir máli að þetta samtal við ríkið tekjustofna sveitarfélaganna til að fjármagna þær skyldur sem skuldbindingar sem löggjafinn leggur á okkur og þetta risaskóra skref í rétta átt var einmitt tekið í lok 2023 og já, við erum bara stolt af því að það var núverandi borgarstjórinn Heiða Björk Hilmisdóttir
sem skrifa þarna undir sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga þá undir þetta samkomulag að leiðrétta hallann og þessa byrði sem voru lögð á sveitarfélögin í málefnum fatlaðs fólks. Þetta var leiðrétting, aftur orð sem mikið í tísku núna, en þetta var svo sannarlega leiðrétting og samkomulag fól í sér að útsvarsprósenta hækkaði vissulega 0,23% en með samsvarandi lækkun tekjuskattsprósentu ríkisins. Og þó að við getum ekki talað fulla fjármögnun fyrir þennan málaflokk, þá þetta svo sannarlega skref í rétta átt. Og nú standa vonir að sambærilega skref vera hægt að taka varðandi útilokan Reykjavíkurborgar frá framlögum til íslenskukennslu barna af erlendum uppruna úr jöfnunarsjóði. En í samráðsgátt stjórnvalda liggur þetta til umsagnar til að laga þetta sem bara alveg stórkostlega óréttlátt. En þarna núna gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg fái greitt framlag vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál sem mun skipta miklu máli. Og talið að við verðum af miklum fjármunum. Forseti, ég tók nú einungis við formennsku í mannréttindaráði á þessu ári sem meira að segja með breyttri sniði en það sem þáverandi formaður í veikindarleyfi ætla ég bara mjög stuttlega víkja að því að þessari niðurstöðu sem í takt við heildarmyndinni í borginni en mannréttindaskrifstofan var 66 milljón króna innan fjárheimilda skila sem sagt þessum peningum og það kannski ágætt að nefna þetta hér vegna þess að það ávallt ein af uppáhaldstillögum hjá sumum að leggja niður starfi í þágu mannréttinda þar sem þetta nú svo óþarfi að kosta svo mikinn pening. Núna, einmitt, eins og búið væri að tryggja jafnrétti og fullkomin þjónustu við fatlað fólk, útrýma ofbeldi eða útlendingaandúð eða ekki. Bara eitt sem ég myndi kannski vilja benda á, það liður þarna sem heitir þjónusta við innflytjendur, það þurfti kannski endurorða þetta á einhverjum tímapunkti vegna þess að þetta tæknilega sé fyrst og fremst umsýslu við alþjóðleg verkefni sem við erum með þarna. Eini liðurinn sem þarna fer yfir áætlun 6 milljóna eru íbúaráðin sem reyndar eru núna í dvala. Forseti, ég ætla bara að gera stuttlega skil einu skjali sem hefur ekki verið nefnt en samsvarandi mikið í uppáhaldi hjá mér og ég veit að starfsfólki okkar setur mikla vinnu í þetta og það greinargerðin innleiðingu kynjafjárhags og starfsáætlunar. Þetta heilmikið vinna sem þarna fer fram og ábyrgð sem mannréttindaráðs að fylgja eftir og móta stefnu í þessari innleiðingu. Þetta ekki aukaverkefni eða gæluverkefni sem mætti sleppa, heldur mjög sterka stoð í lögum jafnastöðu kynjanna, stjórnsýslu, jafnréttismála, mannréttindastefnu og Evrópusáttmála jafnastöðu kvenna karla í sveitarfélögum. Og ég vona að ég þarf ekki aftur eða starfi að standa á kvennaárinu miklu 2025 að vera áherslu okkar sem við leggjum á þessa vinnu. Öll fagsvið og þetta skiptir svolítið máli hafa verið greind núna og breytingar eru gerðar á reglum gerð fjárhagsáætlun og úthlutun styrkja til að stuðla meiri jafnrétti. Við greinum sem sagt þjónustuþættir og jafnréttisskimun ný verkefni og stöðugt endurmat á þessu innleiðingarferli síðan 2011 hefur skilað okkur miklu og taka öll sviðin þátt í þessu starfi. Þó að með misjöfnum hætti þannig að það má alltaf bæta í. Ég ætla bara stuttlega að gefa dæmi af hverju þetta skiptir máli og hjálpar okkur og getur jafnvel spara peningar. En sérstaklega gefa okkur þetta tækifæri til að bæta þjónustu. Þarna skoða hvort það halli á eitt kyn eða aðra hópa sem mannréttindastefnan tekur til
Til dæmis var skoðað á síðasta árið viðburður fyrir grunnskólabörn í haustfrí og þarna eru niðurstöður til dæmis að á Borgarbókasafni ákveðin kynjahlutfall í yngri aldurshópum þetta tiltölulega jafnt en svo breikka þetta í aldurshópum 10 til 12 ára. Og þetta, núna erum við í einhverju málaflokki sem við erum einmitt að skoða mjög oft. Þannig að við getum bregðast við. Skólaljómsveit aftur var eitthvað sem var greint á þessu ári, á síðasta ári, sem einn af bestu jöfnunartækjum sem við höfum til tónlistarmenntuna óháð fjárhagsstöðu foreldra eða uppruna, en hér fáum við fullt af vísbendingum hvernig við getum gert betur, taka inn fleiri nemendur, ná til fleiri barna með fjölbreyttan menningar og tungumálabakgrunn, bæta kennslurými, jafnvel íhuga að fjölga sveitin. Jafnréttisskimanir hjálpa okkur líka að taka ákvarðanir og gæti líka spara peningar vegna þess að við tökum réttu ákvarðanir strax og stefnum í rétta átt og þurfum ekki að leiðrétta eftir á. Þannig að við erum með dýrmætt sérþekkingu sem hefur myndast sem nýtist öllum sviðum og okkur í ákvarðanatöku. Ég ætla að þakka öllum þeim starfa með okkur á fjármálaskrifstofu en einnig þeim félögum sem störfu með okkur í síðasta meirihluta í Viðreisn á Framsókn á þessu ári. Takk. Sabín Hlefskott, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, fellur frá orði og næstur á mælendaskrá þá borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Borgarfulltrúin fellur frá orði og næstur á mælendaskrá þá borgarfulltrúin Kristinn Jón. Þá borgarfulltrúin þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, góðir borgarfulltrúar og kæru Reykvíkingar. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 markar tímamót. Niðurstöðurnar sýna svart á hvítu að með réttum áherslum og ábyrgri stjórnun hægt að snúa við þróun sem hafi valdið okkur áhyggjum. Sem fulltrúi Framsóknar í borgarstjórn gleður mig að sjá hvað hefur áunnist. En ég tel jafnframt mikilvægt að við horfum gaggrínum augum á þessa niðurstöðu, drögum lærdóm og höldum áfram á braut uppbyggingar og framfara. Árangur ársins 2024 árangur meirihlutans sem starfaði til febrúars á þessu ári undir forystu Framsóknar en einnig starfsmanna borgarinnar og ber að fagna honum. En verkin tala og verkefnin framundan kalla á áframhaldandi árvekni. Við erum komin úr fjársvelti í rekstrarafgang. Borgarsjóður skilar nú 4,7 milljarða króna afgangi í stað halla. Þetta risastórt skref í rétta átt. Þessi viðsnúningur fæst ekki með töfrabrögðum, heldur með aga, forgangsröðun og kjarki til að taka erfiðar ákvarðanir. Tekjurnar hafa vissulega aukist, enda borgin að vaxa og dafna, en lykilatriðið þetta: við sýndum aðhald og ráðdeild og það skilaði sér. Framsókn hefur alltaf sagt að eitt af grundvallaratriðum farsællar sveitarstjórnunar ábyrg fjármálastjórn. Ekki sem markmið í sjálfu sér, heldur sem tæki til að geta sinnt lögbundinni þjónustu og ráðist í uppbyggingu. Nú erum við betur staðsett til að gera einmitt það. Enn fremur hefur okkur tekist að lækka skuldir hlutfallslega. Skuldahlutfall borgarsjóðs fer lækkandi sem þýðir að heimili og fyrirtæki í borginni geta verið öruggari að skattpeningunum þeirra verði varið í þjónustu í stað þess að fara í vexti. Kæra borgarstjórn, það þarf að fara varlega í allar hugmyndir gæluverkefni.
Nú þegar reksturinn orðinn á jákvæður kunna sumir að freistast til að stinga upp á ýmsum glæsiverkefnum. Látum ekki glepjast. Hlutverk borgarstjórnar ekki að eyða afgangnum, heldur að varðveita hann og nýta skynsamlega. Við þurfum enn að bæta grunninnviði, klára göngu hjólreiðastíga milli hverfa og laga slæma malbikspletti, klára snjómokstur á réttum tíma, stytta bið eftir þjónustu á borgarstofnunum. Það nóg af verkefnum sem snerta daglegt líf borgarbúa sem bíða úrlausnar. Þetta kannski ekki rómantísk sýn, en hún raunsæ og Framsókn flokkur raunsæisins. Að lokum vil ég segja þetta. Reykjavík á réttri leið. Ársreikningurinn sýnir að við getum alveg rekið þessa borg skynsamlega, fjárfest og skapað betra umhverfi fyrir íbúana, allt í senn. Það sem skiptir mestu að við höldum áfram að vinna saman af skynsemi og sanngirni. Framsókn mun halda áfram að leggja sitt af mörkum með pragmatískum, lausnamiðuðum tillögum og gagnrýni umræðu það sem við á. Við viljum einfaldlega kalla hlutina réttum nöfnum þegar þörf krefur. Það gagnrýnin en uppbyggilega afstæða sem ég tel sé borgarbúum fyrir bestu. Með þeirri hugsun að leiðarljósi getum við byggt undir þann árangur sem nú hefur náðst. Ég stoltur af því sem hefur áunnist árið 2024, en ég jafnframt fullur ákafa fyrir hönd Reykjavíkurborgar að gera enn betur 2025 og árin eftir það. Reykjavík á skilið ekkert minna en það. Takk. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég þakka ágætt orð og sammála mörgu sem kom fram hjá borgarfulltrúunum. En mér langaði aðeins bara í smá orðskýringu, það orðið gæluverkefni, hvað skilur borgarfulltrúin undir því, og þá minn ég á árið 2009 þegar vatnsveitan var innleidd í Reykjavík. Það voru allmargir borgarbúar alfarið á móti vatnsveitunni, taldi hann allt og dýra og algjöran óþarfa. Sama má segja leikskóla á 7. og 8. áratugnum. Það voru í rauninni köllu gæluverkefni þess tíma. Þannig að ég ætla ekki að vera með útúrsnúninga, en hvað á borgarfulltrúum við? Það verður ágætt að vita með orðinu gæluverkefni. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar. Svarar það ansvari? Já. Borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni fyrir spurninguna. Ég á bara við að við eigum á forgangsraða í grunnþjónustu og þau mikilvægu verkefni sem að standa okkur í dyrum. Ekkert meira eða minna heldur en það. Borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar? Nei, það telst ansvörum lokið undir þessari ræðu og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, lokar umræðunni. Já. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég bara þakka fyrir umræður ársreikning. Ég vona að henni sé nú lokið og við förum einhverjum vísari út úr þessum sal og reynum að halda okkur áfram við staðreyndir og halda þétt á spöðunum við rekstur borgarinnar og þeim flóknu og margbreytilegu verkefnum sem við erum alltaf að takast á við. Fleira var það nú ekki. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu. Forseti tekur 5 mínútna pásu. Forseti ruglaðist í rýminu og fundur aftur settur eftir þessa örstuttu fundarpásu 14:33. Forseti hyggst klára afgreiðslu þessa liðar áður en þá gengið til, þá lagt til að ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 verði samþykktur og ég vek athygli á því að borgarfulltrúar þurfa síðan að skrifa undir og staðfesta.
Allir borgarfulltrúar þurfa að vera í salnum. Þá er lagt til að ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 verði samþykktur. Þau sem að samþykkja hann vinsamlegast sýni það. Þá er hann samþykktur samhljóða. Og nú þurfum við að staðfesta með undirritun. Forseti tekur 5 mínútna kaffipásu.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn klukkan 14:43. Í ljósi tillögu sem samþykkt var í forsætisnefnd þann 2. maí fyrirkomulag vegna umræðu á fundum borgarstjórnar vegna fyrri og síðari umræðu ársreikning að þá leggur forseti til að máli númer 2 á útsendri dagskrá umræðum bílastæðamál að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað og telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Óskað eftir atkvæðagreiðslu frestun. Ágæti forseti. Augnablik. Það er ekki tekið til máls undir þessari atkvæðagreiðslu. Ég að leita hér eftir því hvort að borgarfulltrúar séu samþykkir. Vil ég afgreiða málið og ekki allir borgarfulltrúar eru í salnum. Forseti leggur til að umræðum bílastæðamál verði frestað. Þau sem eru samþykkt því vinsamlegast gefi merki. Þau sem á móti kunna vera vinsamlegast gefi merki. Þau sem að sitja hjá. Þá skilst mér að það sé samþykkt að ég verða að endurtaka þetta, fylgist vel með og bregðist við þegar óskað eftir afstöðu til þess sem verið að bera fram. Þau sem eru samþykkt því að fresta umræðum bílastæðamál vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þau sem að sitja hjá. Þá er samþykkt að fresta umræðinni, skilst mér með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Viðreisnar, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og 3 borgarfulltrúar Framsóknar eru á móti og 1 borgarfulltrúi Framsóknar situr hjá. Athugasemdir eru ekki veittar við þessa atkvæða. Óskar borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir eftir að gera stytta athugasemd við fundarsköp eða til þess að bera sér ámæli. Veitir þá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir gefur stutta athugasemd fundarsköp. Ágæti forseti, núna orðið ár síðan að þessi blessaða umræða var fyrst sett á dagskrá af minni hálfu og henni verið frestað trekk í trekk. Klukkan ekki orðin 3 og eftir því sem að ég skil af fulltrú okkar í forsætisnefnd þá náði þetta samkomulag fyrsta fund varðandi ársreikning. Hitt þó líka það að, þú veist, ef þetta þannig að fulltrúar leggja hérna mál á dagskrá sem að í heilt ár frestað, þá það bara ljóst að það mikil þörf á aukafundum ef að lýðræðið á að fá að ganga eðlilega hér í þessum sal. Þú veist, aftur,
klukkan ekki orðin 3. Þannig að mér bara vildi gera miklar og alvarlega athugasemdir við þessi fundarsköp. Hér verið að ganga full langt í þessum efnum. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd fundarsköp. Forseti vill hér lesa úr fundargerð forsætisnefndar frá 2. maí síðastliðnum, þar sem eftirfarandi tillaga var samþykkt af öllum fulltrúum. Lagt til að forsætisnefnd samþykkja fyrirkomulag borgarstjórnarfunda þegar ársreikningur Reykjavíkurborgar 2024 verður afgreiddur verði með sama sniði á árin 2022 og 2023. Við fyrri umræðum ársreikning sem framfer á fundi borgarstjórnar 7. maí næstkomandi taka einungis oddvitar til máls. Ræðutími þeirra verður rýmkaður í 30 mínútur en öðru leyti gilda hefðbundnar reglur fundarsköp. Á dagskrá verður fyrri umræðum ársreikning auk fundagerða. Við seinni umræðum ársreikning sem fer fram á fundi borgarstjórnar 13. maí gert ráð fyrir öllum borgarfulltrúum á mælendaskrá og hefðbundnar reglur fundarsköp gilda. Á dagskrá verður seinni umræðum ársreikning auk fundagerða. Hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, ágæta borgarstjórn, það kemur svolítið óvart að hér þetta mál lagt fram á dagskrá og í útsendri dagskrá og liggur hér fyrir fundinum og eins og borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir greinir réttilega frá, þá klukkan ekki nema rétt að verða 3, fundurinn rétt hálfnaður, þannig að hér hefði verið nægt rými til að taka tillöguna til umfjöllunar og borgarfulltrúar hefði þá getað nýtt seinni hluta borgarstjórnarfundarins og lögum samkvæmt þá hafa borgarfulltrúar heimild til að setja mál á dagskrá og ég minnist þess ekki að það hafi verið sérstaklega áréttað fyrir fyrri umræðuna að það yrði ekki leyfðar tillögur eða umræður fyrir utan seinni umræðum ársreikning. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd fundarsköp. Hefur borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson óskað eftir því að veita athugasemd við fundarsköp? Forseti, mér langaði bara aðeins að gera grein fyrir afstöðu okkar framsóknar fólks hér. Sko þetta mál það kom mér aðeins óvart að sjá þetta á dagskrá vegna þess að ég hélt að við ætluðum bara að vera að ræða ársreikning hér í borgarstjórn. Málið hins vegar komið á dagskrá og eins og bent hefur verið á, þá klukkan ekki nema rétt tæplega 3. Þannig að mér þætti ekki mikið mál að taka þetta mál á dagskrá. Það hefur beðið lengi umræðu og alla jafna finnst mér samt mikilvægt að við höldum okkur við þau samkomulag dagskrá borgarstjórnar sem við gerum. En mér finnst það óþarfi í þessu tilviki og tilvalið að ræða þessi bílastæðamál hér. Fyrsta klukkan ekki meira og fullt svigrúm til. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd fundarsköp. Forseti ítrekar og minnir á það sem var samþykkt á fundi forsætisnefndar sem var þær upplýsingar sem allir flokkar eru meðvitaðir Hefur borgarfulltrúin Sabine Lefskov óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp? Já, forseti, ég ætla að vera fyrsti borgarfulltrúi hér sem kemur virkilega með athugasemd fundarsköp því að hér fer fram umræða frestun. Yfirleitt greitt atkvæði frestun án umræðu. Þannig að þannig að athugasemdin mín að fara hér ekki umræðu hvort þetta sé mikilvægt málefni eða ekki. Þetta ekki athugasemd fundarsköp. Sabine Lefskov hefur lokið við að gera stutta athugasemd fundarsköp. Var borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir að óska eftir að veita stutta athugasemd við fundarsköp. Ég minni á að þetta eru athugasemdir sem eru leyfilegar annars vegna athugasemda vegna fundarskapa eða til að byrja á sér ámæli. Þannig ég bið borgarfulltrúum að hafa þetta í huga þegar þeir taka til máls. Forseti, vil bara segja út frá fundarsköpum og því samkomulagi sem liggur fyrir varðandi skipulag fundarins og fundarsköp fundarins að finnst mér mikilvægt að halda við
halda okkur við það vegna þess að ég hef verið tilbúin með slæður undir þessum lið síðan í cirka nóvember og skilaði þeim ekki í dag vegna þess að það lá fyrir samkomulag að það yrði ekki fleiri mál á dagskrá. Þannig að mér finnst minn lýðræðislega réttur yrði skertur til þess að taka þátt í umræðu þetta á þeim forsendum sem ég vil ef að það er ekki verið að halda það samkomulag sem liggur fyrir fundinum. Vil líka benda á að það er ekki svo að þessu máli hafi verið frestað af öðrum en sjálfstæðisflokkunum oft heldur hefur það verið sjálfstæðisflokkurinn sjálfur sem hefur frestað þessu nokkrum sinnum og verður þá að forgangsraða sínum málum öðruvísi ef það er viljið til þess að þetta komist ofar á dagskrá. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Ég minni á að borgarfulltrúar taka til máls þegar forseti hefur gefið þeim orðið. Er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir óska eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp? Já, forseti borgarfulltrúin, ég, óska bæði eftir að bera með ámæli annars vegar og hins vegar stutta athugasemd við fundarsköp. Af því að ámæli félli á mig hérna rétt aðan. Þannig ég ætla að byrja að ámæla hlutanum ef það er í lagi. Já, ok. Varandi það með frestun Sjálfstæðisflokksins á þessu máli, þá kom það fyrir eitt skipti þar sem að ég var veik og gat ekki mætt að fund. Það voru held í mæstalega 1-2 skipti af öllum borgarstjórnarfundum þessa síðustu 12 mánaða. Annars hefur það alltaf verið meirihlutin sem að fresta þessum blessa bílastæðamálið, þannig að þar með er þessum ámælum svarað. Hitt er svo varðandi fundarsköpin. Ég heyrði ekki sagt í þessum ágæta upplestri á því sem að þið samþyktuð í forsætisnefnd að ekki mætti leggja fyrir mál á dagskrá þessa fundar. Ég get heldur ekki séð og endilega eða stendur einhver staðar, hvort sem það sé núna á þessum seinasta fundi forsætisnefndar eða þá fundinum þar á undan eða hvað sem það er á seinasta ári þegar þetta samkomulag var sett á, eða stendur einhver staðar berum orðum, ekki verða neinar tillögur aðrar en það sem varðar ársreikning settar á dagskrá fundar borgarstjórnar, þá myndi ég skilja þetta betur, en ég bara hef ekki heyrt það eða séð það. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Er þá gengið til næsta liður á dagskrá sem er 3. liður á útsendri dagskrá. Þar undir er fundargerð borgarráðs frá 8. maí. Við þurfum að samþykkja þar liðir sem eru undir. Það er 8. liður, tilnefning í stjórn minjaverndar, 9. liður, tilnefning í stjórn Svanna lánatryggingarsjóðs kvenna, 10. liður, tilnefning í stjórn íþrótta- og sýningahallarinnar HF, 11. liður, tilnefning í stjórn Faxaflóa Hafna, 12. liður, tilnefning í stjórn Strætó BS. Forseti leggur til að 8. liður, tilnefning í stjórn minjaverndar, verði vísað til borgarráðs. Það þarf að fara ofan í sauman á tilnefningunni með tilliti til kynjasjónarmiða og telst að, og við göngum til atkvæða, telst að samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Mér sýnist allir borgarfulltrúar vera í salnum. Þá telst það samþykkt að vísa málinu til borgarráðs. Þá er orðið laust ef að einhver vill taka til máls, ef einhver borgarfulltrúi vill taka til máls. Svo er ekki, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu 9. lið, það er tilnefning í stjórn Svanna lánatryggingarsjóðs kvenna, þau sem eru samþykkt vinsamlega skíðismerki. Forseti ætlar að endurtaka þetta og sjá að allir borgarfulltrúar séu í salnum. Þau sem eru samþykkt 9. lið, tilnefning í stjórn Svanna vinsamlega skíðismerki. Þetta er samþykkt með atkvæðum 22 borgarfulltrúa. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það afsakið. Þá er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum 23 borgarfulltrúa. Þá er það 10. liður, tilnefning í stjórn íþrótta- og sýningahallarinnar. Þau sem eru samþykkt vinsamlega skíðismerki. Þetta til samþykkt. Þá er það 11. liður, tilnefning í stjórn Faxaflóa Hafna, þau sem eru samþykkt vinsamlega skíðismerki. Þá er
er þetta samþykkt og þá er það 12. liður tilnefning í stjórn Strætó, þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefið þess merki. Get ég séð skýrt? Já, þá er þetta samþykkt. Þá er gengið til 4. liðar á útsendri dagskrá og þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 9. maí, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 5. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 30. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. maí, fundargerð velferðarráðs frá 30. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 7. maí. Ég bið borgarfulltrúa að gefa skýrt til kynna undir hvaða lið og undir hvaða fundargerð er verið að ræða og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Ég kveð mér hljóðs undir 15. og 18. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 30. apríl. Þar er fjallað svokallað skólaþorp í Laugardal, breytta landnotkun vegna þess og skilgreining á reit fyrir samfélagsþjónustu við Reykjavík. Það má margt segja þetta mál. Það er og hafa fjallað þessu fundi og við lögum frá bókun sjálfstæðismenn. Það er allir sammála að það þarf að ráðast í viðgerðir og endurbætur á grunnskólunum í Laugardal, Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla. Og þar var gert ákveðið samkomulag við foreldra held ég árið 2022 sem borgin hefur, eða meirihluti borgarstjórnar hefur nú horfið frá við mikla óánægju foreldra og nemenda í Laugardal. Við teljum að vel ætti að vera unnt að ráðast í þær framkvæmdir í umræddum skólum án svo mikillar röskunar á skólastarfi að stofna heilt skólaþorp í viðbót og það eru mörg dæmi að það hafi heilu skólarnir verið teknir í borginni og byggðar viðbyggingar og skólastarfi haldið uppi á sama tíma viðkomandi skólum. Það er löng reynsla fyrir því, þá er auðvitað reynt að leggja áherslu á að hávaðasömustu framkvæmdirnar fari fram á sumrin og færanlegar skólastofur hafa til dæmis notað þessu skyni með nokkrum góðum árangri. Og þessi kostur að byggja við skólana var talin vera vel raunhæfur árið 2022 þegar samkomulag náðist á milli borgarinnar og foreldrafélaga skólana lausn á húsnæðisvanda með svonefndri sviðsmynd 1. En nú hefur það samkomulag verið rofið og meirihluti borgarstjórnar hyggst fara aðra leið sem mætti hefur andstöðu meðal foreldra og annarra íbúa í Laugardal. Þá er ljóst að enn frekari fækkun bílastæði við Laugardalshöll getur leitt til þess að vallargestir og hallargestir leggi bifreiðin sínum í ríkari mæli en þegar í rauninni í nálægu íbúahverfi. Og þá bentum við einnig á að það var ekki ljóst hvernig aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra að Laugardalsvelli væri tryggt miðað við fyrirliggjandi tillögu. Á sama fundi umhverfis- og skipulagsráðs 30. apríl þá fór fram kynning á viðhaldi og viðgerðum gangstétta á göngustíg í Reykjavík. Það er óframtíðarástand í þessum málaflokki og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefur verið duglegir við að benda á það og flytja tillögur einstaka gangstéttir en það hefur lítið sem ekkert verið brugðist við þeim tillögum okkar þrátt fyrir augljósa þörf. En við sáum á fundinum alveg ástæðis að þakka sérstaklega fyrir kynningu á vinnu við ástandsmats gangstétta og gönguleið í borginni. Það er ekki annað að sjá en að það sé vel unnið að því verkefni á skrifstofu framkvæmda og viðhalds en það er ljóst að þetta viðhald hefur verið stórlega vanrækt í borginni mörg undanfarin ár og lítið fé til framkvæmda. Þarna var nú reyndar upplýst að það að gera við gangstéttir er mun ódýrara heldur maður hafði ímyndað sér, voru nefndar ákveðnar tölur og þumalpuktarreglur í því samhengi. En það verður að auka þetta viðhald verulega og ég vil beina því sérstaklega til borgarstjóra og borgarráðsmanna nú þegar að undirbúningur fjárhagsáætlunar 2026 stendur yfir. Við óskuðum einnig eftir því á fundinum að fá þetta ástandsmat afhent sem er að mestu leyti tilbúið í skrifstofum borgarinnar og trúi ekki öðru en það verið orðið við þeirri ósk okkar því að við teljum að slíkt ástandsmat á mikilvægu gangstéttakerfi borgarinnar eigi ekki að vera neitt leyndarmál. Vil ég vekja athygli á borgarstjóra því að við óskuðum eftir að fá þetta ástandsmat í hendur við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og það hlýtur að vera orðið við því, ég trúi ekki öðru. Það er engin ástæða til að halda slíkum upplýsingum leyndum fyrir kjörnum fulltrúum.
á fundi umhverfis- og skipulags á 7. maí. Þá fór fram kynning á breyttu leiðakerfi strætó á leið 4 og bættri pöntunarþjónustu á leiðum 25 og 29. Og við bentum það á fundinum að fyrirhuguð breyting á leið 4 Skúlagötu-Mjódd mun hafi í för með sér verulega skerðingu á strætisvagnaþjónustu í Múlahverfi. Við breytinguna mun þessi strætisvagnaleið hætta að þjóna 10 biðstöðum í þessu fjölsótta hverfi og þarna eru margir fjölmenni vinnustaðir, vinsælar verslanir og fjölbrautaskólinn við Ármúla svo eitthvað sé nefnt. Við fjölluðum einnig á fundinum Arnarhlíð eða sem sagt byggingu við Hlíðarenda þar sem við studdum ekki og bentum á að ólíklegt væri og greiddum atkvæði gegn, ólíklegt væri umrædd lóð bæri með sér rúmlega 100 íbúðir til viðbótar því sem þegar hefði verið samþykkt. Og ég sé að tími minn á þrotum þannig að ég bið aftur orðið. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og tekur næstu máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góður, borgarfulltrúar aftur og nýbúinn, en ég var sem sagt þar komin við sögu að í fundargerð umhverfis- og skipulagsárs frá 7. maí og þar var fjallað umsókn varðandi breytingu á deiliskipulagi við Hlíðarenda vegna lóðarinnar númer 3 við Arnarhlíð. Og ég ætla bara með leyfi forseta þá kynni ég bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í þessu máli. Hér eru mikilvægt skipulagsmál að ræða fyrir fjölmarga íbúa við Hlíðarenda. Bókunin hljóðar svo: ólíklegt er að umrædd lóð beri með góðu móti rúmlega 100 íbúðir til viðbótar því sem þegar hefur verið samþykkt. Er að ræða mikla aukningu á byggingarmagni íbúðarhúsnæðis frá núgildandi skipulagi sem núverandi íbúar hverfisins gátu ekki séð fyrir þegar þeir fjárfestu í íbúðum sínum. Óheppilegt er að íbúar get ekki treyst skipulagi þegar keyptar eru íbúðir í nýjum hverfum. Svo mikil þétting mun auka umferð í hverfinu sem og bílastæðavanda sem ærin fyrir. Uppfylling ganga undir flugvallarveg var slæm aðgerð og væri æskilegt að opna þau að nýju í stað þess að festa slíkt óþurftaverk í sessi. Göngin gegndu mikilvægu hlutverki í þágu umferðaröryggis enda er mikilvæg hröð bílaumferð flugvallarveg en mikil umferð gangandi og hjólandi vegfarenda yfir veginn. Æskilegt væri að byggja leikskóla á lóðinni og flýta þeim fyrirætlunum í stað þess að hverfa frá þeim, enda er mikil og ört vaxandi þörf fyrir slíka þjónustu í hverfinu. Vegna umræðan á fundinum vilja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins árétta þá skoðun að mikilvægt sé að allir leikskólar hafi yfir útisvæði að ráða í starfsemi sinni. Og svona hljómaði bókunin og skýrði þennan lokin á bókunum með því að maður hefur heyrt að þessi hugmyndir uppi á þessu svæðum að þarna sé hægt að hanna og opna leikskóla jafnvel án útisvæði sem við teljum óheppilegt. Og yfir fjalla einnig hefðum 11. leið fundargerðarinnar sem er einnig mikilvægt skipulagsmál í borginni og þar var lögð fram, það er tillaga sem var vísað úr borgarstjórn til umhverfis- og skipulagsráðs og henni var vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu og skipulagsfulltrúa. Þetta mál hefur nú verið til skoðunar og umsagnar með einhverjum hætti í borgarkerfinu, Geldinganesi blessaða í svona rúmlega 40 ár, þannig að meirihlutanum fannst samt ekki veita af því að vísa því enn einu sinni til umsagnar í sviðinu og við bókuðum að þessu tilefni við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Enn einu sinni er tillögu Sjálfstæðisflokksins að hafist verið handa við skipulagningu framtíðar íbúðasvæðis í Geldinganesi vísað inn í rangala borgarkerfisins til skoðunar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetja til þess að í stað endalausrar skoðunar hefjist skipulagsvinna vegna íbúðarsvæðis þarna sem fyrst, enda fyrir vel á því að hún verði í góðum tengslum við skipulagsvinnu Sundabrautar. Ég vil upplýsa borgarstjórnum þetta er mikilvægt skipulagsmál og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetjum að sjálfsögðu til þess að það verði unnið í þessum málum fyrir alvöru en þau ekki svæfð. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá ekki fleiri á mælendaskrá og ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi. Vinsamlega sendið inn bókanir svo við getum slitið þá síðan þessum fundi. Ég ætla að fá að kveðja ykkur með
orðum dagsins. Betra er gott hjarta en hvasst sverð. Og nú bara bíðum við eftir bókunum sem á eftir að senda inn. Forseti tekur stutt fundarhlé á meðan að gengið er frá bókunum sem á eftir að taka. Fundarhlé er tekið 15:13.
25 í borgarstjórn óskar eftir því að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lesi bókunina sem var send inn. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska bókað mótmæli vegna alvarlegrar misbeitingar meirihlutavaldsins af hálfu borgarstjórnar meirihlutans. Í heilt ár hefur meirihlutin frestað þessari umræðu bílastæðamál milli funda borgarstjórnar og borið fyrir sig mismálumlegar ástæður. Nú þegar nægur tími er eftir að fundi borgarstjórnar er þessari umræðu frestað enn einu sinni en þá í nafni sérstaks samkomulags dagskrá þeirra borgarstjórnarfunda sem varðar ársendingar Reykjavíkurborgar. Hins vegar stendur hvergi í bókun það samkomulag að ekki verði önnur mál tekin á dagskrá borgarstjórnarfundar með seinni umræðu ársendings né að engin umræða verði þau mál. Það er einungis tilgreint að fyrsta umræðan verði frábrugðin hefðbundnum borgarstjórnarfundum en að öðru leyti verði seinni umræðan hefðbundin. Það er orðið veljós að hér er grímlaust verið að ganga á rétt sveitarstjórnarmanna til að bera upp mál en það getur ekkert samkomulag gengið sveitarstjórnarlögum framar. Svo það sé sagt. Eftir að lesa fleiri bókanir. Óskar eftir því að gagnkbókun verði lesin. Lóa ber enga ábyrgð á þessu bókunum hérna.
Ef ég má, forseti. Forsætisnefnd komst að samkomulagi skipulag fundar í takt við hefðum umræðu ársreikning. Sjálfstæðisflokkurinn hefur sjálfur ítrekað raðað málinu aftarlega á dagskrá. Hann ber sjálfur ábyrgð á forgangsröðun sinna mála. Öllu tali misbeitingu valds vísað á bug enda einungis eðlileg fundarsköp að ræða. Jippi, ég. Það var ekki fleira sem að liggur fyrir á þessum fundi og fundi slitið 15:31.